partistjór. Já, komið sæl. Það sunnudagur og þá sínir Egils og við sitjum hérna bræðirnir, ég, Sigurður Magnús og Gunnar Smári. Það verður fjölmennt hjá okkur í dag. Í seinni hluta þáttarins koma til okkar Baldur Þórhallsson prófessor, Guðmundur Hálfdanarson prófessor, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra og Ögmundur Jónasson, fyrrum ráðherra og margt annað. En við byrjum náttúrulega á fyrirlutunum, það bara þannig. Og það Sunna Valgerðardóttir, Róbert Marshall og Helga Vala Helgadóttir. Þið hafið hérna ýmsu starfstitla en öll þið fyrirverandi blað eða fréttamenn. Og pólitíkusar. Og pólitíkusar. Það? Sunna. Þú varst að vinna fyrir þingflokkin. Ég þá pólitíkus? Hefur þið verið í framboði? Aldrei. Nei, sleppur. En það bara tímaspursmál. Það? Já. Það vantar fólk í VG. Þannig þau hafa verið í blaðamennsku, farið í pólitík, en eiginlega komin út úr því. Þú hættið ekki? Jú. Já. Þannig það vel kastað. Fólk á best aldrei hætti í pólitík. Fer fram fyrir Vinstrabandalagið. Já, henni sameiginlega lista. Já. Það held ég. Herri, við erum að bíða eftir Hann að verða til hérna bara. Já. Við býðum eftir úrslitum í formanskjöri í Sjálfstæðisflokknum, en hér eftir alltaf að ræða talsvert mikið Trump og þannig eins og ég segi þið fá nú aðeins að smakka á honum þessi bara þess að frétti núna. Já. Hvernig líst þér á? Einmitt, þetta búið að vera ótrúlega áhugavert fyrir mig persónlega vegna þess að ég bý svo vel núna eins og hefur komið hér fram að þurfa ekki starfs míns vegna að fylgjast með fréttum þannig séð að innkoma heimilisins veltur ekki á því þannig að ég búin að vera svolítið mikið að reyna að fylgjast ekki með. Hins vegar 18 ára sonur minn ekki á þeim stað í lífinu. Hann fylgist vel með og tölvast betur en ég oft og oftast. En það sem gerðist þarna, hvenær var þetta í fyrradag? Þessi blaðamannafundur í Hvíta húsinu. Ég eiginlega trúði ekki því sem var að gerast og það bara einhver default stilling hjá mér sem fer í gang þegar að Trump að gera eitthvað absúrt að ég trúi ekki að þetta sé raunverulega að gerast. Ég veit þetta að gerast en mér líður alltaf eins og þetta sé einhvers konar skúespil eins og með þess að tolla á Mexíkó og Kanada og bara það sem við upplifðum í hans fyrri forsetatíð En síðan bara þetta að gerast og það eru bara þjóðarleiðtogar að bregðast við og fólk að tala í alvörunni stríð, þriðju heimsstyrjöldina og eitthvað sem ég hef bara mjög systematískt, kannski ómeðvitað, örugglega líka meðvitað, neitað að gúddera, svo ég tala nú hérna frábæra íslensku. En ég samt einhvern veginn ennþá þar að vegna þess að þetta Trump og vegna þess að staðan einhvern veginn eins og hún eins furðulega og hún að þessir þetta fólk sem að stýrir heiminum, hvort sem það Putin eða Trump eða þú veist Ursula von der Leyen eða þú veist bara að þetta fólk orðið bara eins og einhverjar persónur í einhverjum raunveruleika þætti fyrir mér Þetta bæði óhugnanlegt en líka örugglega bara einhver leið til þess að fjarlægjast veruleikann Skiljið hvað ég meina? Að þetta sé einhvern veginn raunverulega ekki að gerast En ég finn bara svo til með bandarísku þjóðinni sem náttúrulega klofin bara alveg í herðar niður í tvennt og mér finnst þetta svo
mér finnst þetta svo ótrúlegt að þessu sé einhvern veginn leyft að gerast, sko. Svaraði þetta spurningunum hvað mér finnst? Já. Það væri betur þetta að vera óraunverulegt, sko. En þetta bara að banka á. Sko, það var einhver lýsing á fyrri kjörtímabili Trump sem að John Mulaney grínisti kom með, sem var svona: það hestur laus á sjúkrahúsinu. Og við erum öll að fylgjast með því hvað hesturinn gerir næst, og það sem er líka svolítið ógnvænlegt í þessu að hesturinn hefur aldrei gert þetta áður. En núna hefur hesturinn gert þetta áður, sko, og við vitum að hann til alls líklegur. Og ég var að fylgjast með fréttum af þessum fundi í Hvíta húsinu, sko, upp á heiði. Ég var með 8 kalla í þjálfun í þau að tjalda í óveðri og sofa og taka saman í svona hríðarbil, og ég hafði ekki tekið gleraugun með mér og ég var svona í lélugu sambandi og reyna að fylgjast með þessu, og mér fannst þetta að vera mjög óraunverulegt. En þetta það sem að ég held að vaki fyrir Trump, svona, sko að hann sér fyrir sér að hleypi hann öllu í bál og brand og komist í einhvers konar stríðsástand með landið sitt, þá geti hann haldið áfram að vera forseti. Og ég held að hann sé bara einfallega svona þengjandi. Og honum slétt saman allt nema sjálfan sig. Góðu fréttirnar eru þær að þetta ekki alveg skörpustu hnífarnir í skúfunni, og allt sem að sagt var þarna, og það sem að ég tek það fram, ég hef ekki hort á þetta, bara lesið, ótrúlega heimskulegt, ótrúlega barnalegt og naíft, og þetta mun mistakast hjá Trump og Vance, og hann mun renna á rassinn með þetta, og hann mun ekki klára neitt af því sem hann langar til að gera. Það held ég að sé svona bara tímaspursmál hvenær þetta rennur allt út í sandin hjá honum. Það eru ágættir fréttir, og síðan held ég líka að sé fyrir löngu orðið nauðsynlegt fyrir Evrópu að vera laus við Ameríku. Ég held að það sé bara mjög gott fyrir Evrópu að standa á eigin fótum, þjappa sig saman og hugsa sína hagsmuni og vera saman í því, og ég held bara í dag að allir þeir sem að hugsa á Ísland á ekki erindi í Evrópusambandið og ekki að vera með þessum þjóðum þurfa bara að útskýra það með hverjum eigum við þá erindi núna. Með hverjum erum við í liði. Já. Helga Vala? Já, ég vil hallast á pólitíska skýringu Róberts. Ég held að því að Trump hugsar heiminn eingöngu út frá sjálfum sér og eigin hagsmunum, og líka til skamms tíma. Hann ekki með neitt plan. Hann hugsar ekki til lengri tíma. Að þá munu aðrar þjóðir sem að standa fyrir utan þetta, því að hann að reyna að marka sér einhverja sérstöðu, sko, gagnvart Evrópu líka. Þjóðir sem standa þar fyrir utan, sem eru með lengra sjónarhorn og víðara sjónarhorn til fleiri ára, finna það að honum ekki treystandi. Ég held að það muni líka veikja hans stöðu verulega. Ég sá þennan stutta bút sem að fór í dreifingu og fór svo að sofa og vaknaði daginn eftir og horfði á lengri útgáfuna, og þetta var með hreinum ólíkindum. Þetta var eins og að horfa á einhvern skets, einhvern leikið sjónvarpsefni. Ég hef aldrei séð viðlíka framkomu hjá fólki sem að vill láta taka sig alvarlega. Nei, þetta var með slíkum ólíkindum, orðbragðið, framkoman, líkamstjáningin og allt. Þetta var, og mér fannst ótrúlegt að Zelenský skildi sitja undir þessu og ekki standa á fætur og rjúka út. Og þannig, ég vil meina að þetta hafi verið fyrirsátt. Ég held að þeir hafi viljað láta hann brjálast til þess að sýna að hann væri ekki stjórntækur og sýna að hann væri eitthvað trilltur og þeir væru rólegir og hann væri trilltur og eitthvað svona. Já, þú ert ekki búin að þakka fyrir einu sinni. Og mér finnst það bara sýna alveg ótrúlega stillingu hjá honum. Mér fannst það með ólíkindum. En ég held að þeir hafi tapað þessu. Þeir töpuðu ekki allir í skoðun bandarísku þjóðarinnar sem eru auðvitað klofin.
En þetta þjappaði Evrópu saman. Smári, þú horfðir á allan fundinn. Já, ég hvet fólk til að gera það því að þetta er mikið stofudrama og ég held að fólk sé svolítið svikið eða horfið bara á þessu 7 mínútur hann í lokin. Því það er svona allavega þeir sem hafa gaman af meira gaman af fótbolta heldur en körfubolta. Seinni hlutin er svona körfubolti eða mörg skoruð alveg fram og tilbaka en það er svona seigfljótandi spenna sem er að byggjast upp fram að því sem að ég hvet fólk til þess að fylgjast með sem hafa á svona ef þetta er stofudrama en þetta er náttúrulega sömuleyti er þetta ekki stofudrama sömuleyti er þetta bara svona átökum heimsfriðin. Þetta er átökum stríð sem er í miður Evrópu sem er krabbamein og ég hef talað í 3 ár að það er bara stórhættulegt og getur leitt til eins og Trump sagði þarna 3. heimsstyrjaldarinnar. Það er oft þannig að það er einhverju vitleysingar sem að segja það sama og maður er sjálfur sagt. Þannig er það bara og ég ætla ekki að hætta að segja að sé bara óendanlega mikilvægt að reyna að stoppa þetta stríð sem allra fyrst. Já, munurinn á þér og honum er kannski að hann er að segja að þú vilt 3. heimsstyrjöldina, þú ert að valda því að hér verður 3. heimsstyrjöldin. Ég vona að þú sért ekki sömu skoðunar. Ég hef sagt að stefna NATO hingað til og stefna íslenskra stjórnvalda að eina mögulega niðurstöðan í þessu stríði sem fullnaði sigur Úkraínu og vígvellinum muni leiða til stigmögnunar stríðsins og sér stórhættuleg. Ég er sömu skoðunar og meiri hluti úkraínsku þjóðarinnar að það er að gera samninga sem allra fyrst til að stoppa þetta stríð. Og þannig er það bara. Og en talandi og ég held ég var að líka við því, ég held þetta sé sálfræðidrama Trump. Þú veist að Trump myndi allt í nokkuð upp, þá verði heimurinn öðruvísi. Ég held ekki. Ég held að baku Trump eru ólígarkar Bandaríkjanna, valdamesta fólk í heimi, sem að styður hans stefnu. Þannig það er ekki þannig að ef að einhver frænka kom inn og skamman fyrir að það verið ókurtis við Zelenski að þá verið heimurinn góður. Það er ekki þannig. Nei, og það eru bara raunverulega líkur á því að niðurstaða þessa fundar og ég held ekki að samstaða Bandaríkjanna með því að hér Starmer sé að lofa láni til úkraínsku þjóðarinnar sem að má spyrja sig hvað er það síðan að lána einhverjum sem er eiginlega að deyja fyrir fram að þig. Það var að lána honum, ef þú vilt að bjarga þá voru bara að láta að fá penning eða eitthvað, eða láta að fá stuðning. Ég er ekki viss það að samstaða að Zelenski fari frá Hvítahúsinu til London og svo til Parísar og fái svona fundi með ráðamönnum þar muni leiða til þess að Bandaríkin fallist á afstöðu Evrópu. Ég held ekki. Ég held að það auki líkurnar á því að Bandaríkin drægi sig frá Úkraínu og ég hef ekki heyrt neitt sem hefur eitthvað vit á hermálum haldaði fram að Úkraína geti varist Rússlandi án stuðnings Bandaríkjanna. Þannig ef að Bandaríkin draga sig tilbaka, ef það er ekki verið að stefna okkur friðarsamningum, að þá erum við kannski að fara að horfa á aukna sókn Rússa á vígvellinum og staða Úkraínu verður bara ennþá verri. Ég er hræddur það. Og Evrópuleið? Já, ég meina, þú veist, ég sagði fyrir áramót að mesta öryggisógnin í Evrópu væri svo stefna sem Evrópuríkin var að rekja þessu stríði. Því að það hætti að vera svo að Evrópa myndi afhjúpa það hversu veikt hún stendur varnarlega. Hún er eiginlega afhjúpa það að Mér finnst ekki lausn í þessu hjá þér. Hann er að segja okkur hvernig þetta er. Nei, ég bara spáði og hvað? Það vantar pínu og hvað? Ég held að, þú veist... Hvert er planið? Þú veist, get ekki séð, við erum í stórkostlegum vanda. Og ég vara við fólki sem að segir það að þetta ætti að gerast og þetta ætti að gerast og þetta er svo ósangjart, þessum ætti þetta að gerast. Þú ert að því líka. Nei, ég er að draga upp hættuna við því þegar það er rekin stefna sem er það að það sé engin önnur leið heldur en að sigra á vígvellinum. Og að Evrópa eigi bara að leggja allt undir. Og ég er að segja það, hættanir við það er svo og það hefur verið bent á það ef að fólk telur það að Pútín sé hálfstjórn. En það hefur verið talað 2 ríkja lausn alveg endalaust í þessi ár sem að þetta hefur ríkt, þetta stríð. Þá hefur verið talað að reyna að koma að samningaborðinu. Nei.
Jú. En Smári, má ég aðeins bregðast í því sem að þú sagðir það sem maður hugsa það sem ég hugsa þegar þú ert að segja það sem maður er að segja, að það hefur verið talað á samningaborðinu, ég hef bara heyrt það er ekki nokkur möguleiki á að ræða við Pútín, við höfum lokað sendiráðan okkar í Moskvu, af því það er ekki hægt að ræða við Pútín. Sko, var ekki breyta sögunni. Hver sagan eiginlega? Það er auðvitað alveg rétt að auðvitað þarf að binda endi á stríð, auðvitað viljum við ekki að það sé stríð, auðvitað viljum við samninga frið. Það vildi líka Chamberlain, ég meina hann taldi sig vera búin að semja frið við Hitler. Það vildi líka Finland. Ég meina já, auðvitað, en það þarf að vera bara einfallega þannig að þú skiljir og treystir að þetta sé friðarsamkomulag en ekki bara hlé til þess að byggja upp og halda áfram ofbeldi og árásum vegna þess að aðilinn sem að samið er við hefur trekk sýnt það að það er vilja hans að gera. Þannig að er byggjandi á friðarsamkomulaginu. Já, það er ekki. Þá heldur stríðið áfram. Samtal? Já, akkurat, samtal í gangi. Það er ekki samtal í gangi. En þú átt ekki samtal einn. Þú veist, það þarf að vera einhver hinum meginn sem að vill samtalið. Og sá sem að er árásarríkið vill ekki samtalið. Nú, hann er að tala við Trump. En er ekki ágætt einmitt að Evrópa komist að í hversu veikt hún stendur gagnvart þessum árásaraðila? Er ekki ágætt að það sé bara þá komið svo stað að fólk þurfa að hugsa við þurfum að standa gegn þessu. Vistu, það er svo stutt síðan að seinni heimsstyrjöldin var að það er bara afi minn sem að dóðar, 43. Það liður bara 25 ár, einhverju aldarfjórðungur frá því að hann dó þangað til að ég fæddist. Og það er svo klárt þegar ég skoða sögu afa mín sem að var í hernum frá 31 til 43 á fúsum og frjálsum vilja, atvinnuhermaður, að hann ákvað það að hann yrði að berjast á móti, hann yrði að taka þátt í þessu, hann yrði að setja lífsitt í það að berjast á gegn þessu heldur hann hafi ekki viljað lifað. Hann átti 2 syni, hann vildi þetta vera með fjölskyldurinn sinni. En þú þurft að setja bara einfallega lífsitt í það eins og milljónir að berjast gegn ofbeldi til þess að eiga frið, til þess að eiga lýðræði, til þess að eiga réttindi, til þess að eiga mannréttindi. Ég er með mynd í tölvunum minni af kóngum Evrópu 1910, þar sem þeir eru að mæta til brúðkaups, allir með sverð, allir í herbúningi. Og mér finnst þetta að vera bara áminning það, hvers konar álfu við erum í. Og það er stríð í þessari álfu. Og það er bara stutt eins og Róbert er að segja. Frá því að þessi álfa var slitin í sundur, ekki bara einu sinni heldur tvisvar, var stuttu millibili. Friðurinn er mjög þunnur, mannúðurinn er mjög þunn, þannig ef við höldum henni ekki, ef við berjumst ekki fyrir friði. Og eins og ég hef talað við Rauðaborðið í 3 ár að þegar við erum komið með það að öll stjórnmála elíta Evrópu talar eins og herfóringja og enginn talar eins og diplomat, að þá er bara hætt við að við rífum ofan að þessu og við lendum í svona ófriði og ég held að það sé bara raunverulega hætt á því að og ég hugsa, þú veist, ég á börn eins og þið og ég hugsa bara, þú veist, við erum algjörlega á barmi eitthvað sem getur orðið stórkostlega hryllilegt. En finnst þér Trump tala eins og diplomat? Þú veist, ef ég tala að sé diplomat, þá er ekki þar með því komin í lið með Trump. Nei, ég er ekki að segja að þú sért í liði með en finnst þér Trump tala eins og diplomat? Hann er eitthvað mjög undarlegur maður. Hann telur hann geti gert einhverja díla, hann telur forsetann að ganga frá þessum jarðefnadíl við Úkraínu sem að notabene er upphaflega lagður til af Zelenski. Hann telur það vera lykillinn að því að þá voru Bandaríkin komin í svo hörku business þarna að þá geti hann gert eitthvað, ég veit ekkert það hvort þetta sé færleið og hef ekki heyrt neitt tala það hvort það sé eitthvað viti í þessu. Ég hef ekki séð hann samning sem að var á borðinu sem ætluð að fara undir þetta en síðan sprakk allt upp og þeir undir ekki. En var hann á borðinu? Já, það var lág fyrir. Já, og það var sagt, þetta átti að vera bara kurteislegt hjal, svo ætlar að fá sér lunch og svo ætlar að skrifa undir samningin og vera með blaðamannafundum undirskriftinu á samningnum. Það var planið, Svona fór það. Heldur að það hafi verið planið? Ég get efast allt, ég meina þetta var línan og ég heldur ekki efast að þessi kallar sem sita þarna í þessari skrifstofu forsetans volduðasta ríki heiminum þegar þeir eru að útlista hver staðin er á vígvellinum að Zelenski vandraði með að manna herinn og að Rússland sé hægt og bítandi að mylja undir sig víglínuna. Ég held að það sé bara byggt á leyniþjónustunni og raunverulegum upplýsingu frá bandaríska hernum. Ég held að það sé ekki það að þeir lásu þetta eitthvað í einhverju furðulegum samsæriskenninga fjölmiðli. Ég held ekki, Nei. Við ætlum að fá okkur bara svona dass af Trump
Trump Er ekki búið að leysa þetta bara? Trump eitur, hann getur sprengt allt upp. En má ég aðeins bæta við eitt sko, já. sem að þú kannski horfir ekki og þú talar Rússa sem svona mikla og mér finnst sko einmitt hafa komið í ljós á 3 árum að þeir eru það ekki. Út af því þetta átti bara að vera einhver bíltúr inn í Kív sko og svo þetta bara búið á einni helgi. En eru þeir umverulega svo mikil ógn við Evrópu? Já, með stuðningi bæði Evrópu og Bandaríkjanna að þá þetta staðan á vígvöllunum. Að það ég meina, sumir myndu segja að það væri eiginlega tímaspursmál vegna erfiðleika Úkraínumanna við að manna herinn, af því þeir hafa bara ekki nógu mikið að fólk að sitja í þessar hakkavélar sem eru þarna á vígvellinum. Að með stuðningi bæði Evrópu og Bandaríkjanna hætti við þetta bresti og þá getur komið skyndisókn og eitthvað fleira. Ef að Bandaríkjanna draga tilbaka, þá tel ég að vera ógn að Rússa geti lagt upp þessu Úkraínu. Ég hef aldrei trúað þessari dómínókenningu. Ég komst að vitsu ára í Víetnamstríðinu og þá var verið að halda því fram að ef að hinn frjálsi heimur myndi ekki verja kommunismannum í Víetnam, að þá myndi heimurinn allur falla. Ég hef aldrei fallið á þessar kenningar. Ég hef heldur ekki fallið á þetta Putin Hitler og Zelenski Churchill og svona, þannig að ég er kannski svolítið á skjön við svona almenna stemmingu í samfélaginu. En ég held að ekkert hefur farið eins og okkur var sagt í upphafi. Okkur var sagt í upphafi Rússland væri á aumingi, hann væri efnahagslega á hnjánum, herinn væri óskipulaður, þeir hefðu ekki, okkar hergögn væri svo tæknilega langt umfram annað að við myndum alltaf yfir þetta. Ekkert af þessu gengið eftir. Ekkert af þessu gengið eftir. En hann svo sem beint viðskiptum annað eins og til Kína til dæmis sem að... Og Evrópa betur sett með það? Nei, ég er bara að segja þannig að það er ekki eins og hann sé alveg bara strand eitthvað staðar. En ég tala kannski af svona, að því ég hef bara raunverulega gagnvart þessu ástand. Ég held að það er bara, og líka í Bandaríkjunum, mér finnst Bandaríkjunum vera bara einum þinghúsbruna frá fasisma. Ég held að við séum bara í ótrúlega háskalum heimi, miklu háskalari heimi heldur en ég hef nokkuð tíma lifað og er ég honum gamall. Við erum örugglega öll sammála þessu að miklu leyti þegar við getum. Þetta er víðsjár veröld, víðskert veröld sem góðmenn hérna á sín tíma. En hér, sko, við erum að bíða svolítið eftir fréttum úr Laugardalshöllinni. Hvernig fannst þau kosningabaráttan þeirra? Guðrúnar og Áslaugar Örnu? Hún var nú svona prúðari en maður hélt kannski. Já, þú veist, mér fannst þetta bara nokkuð fyrirsjáanlegt allt saman. Þær hafa markað sér sínar sérstöður, bæði sko í ræðu og riti eða þannig. Það var bara áhugavert að ég hlustaði fyrst bara á þær sko. Ég horfði ekki og það er svo breitt bil á milli þeirra, bæði sko hvaðan þær að koma og í rauninni bara hvernig manneskjur þær eru, þannig að þær eru rosalega ólíkar sko. Og það er ótrúlega áhugavert að sjá 2 konur í Sjálfstæðisflokknum berjast þetta embætti þegar maður sér sko konurnar einhvern veginn aðgreina sig frá hvora annari og það er bara áhugavert að sjá í flokki eins og Sjálfstæðisflokknum sko. Og líka sko ég hef allavega ekki séð neitt svona neðanbeltis eitthvað svona nasti enga leka neinstaðar eða neitt svoleiðis, þú veist, ég hef ekki verið að lesa einhverjar hneykslis innan gæsalappa fréttir það er ágæta fortíð já og bara, þú veist, stuðningsfólkið er einhvern veginn bara slagt og svo fer sem fer einhvern veginn. Allir rólegir nema Jón Gunnarsson. Já hann er nú svona kannski sér á báti. Jón Gunnarsson setti inn færslu sem helti sér yfir Guðrúnu. Já. Það var nú bara af því að hann var sár. Já, hann var spældur. Hann var spældur af því að hún var að segja að það hefði ekkert gerst áður en hún kom í ráðuneytið. Þannig að hann var bara svona að verja sig, hann var ekkert. Hann var ekki að gera meira en það, sko. Mér finnst það í sjálfu sér mjög sko jákvætt og ánægilegt bara svona út frá kynjajafnrétti að þessi staða sé
uppi sko, að það sé kona sem að verði formaður í Sjálfstæðisflokknum. Það sé rosalega mikilvægt fyrir þennan arm. Svo finnst mér líka að ég ekkert búin að fylgjast með eitthvað rosalega af einhverju kostgefni þessari kosningabaráttu. Ég bara heyrt svona bergmálið utan að það sem að ég hugsa sko að það alltaf þessi hugmynd sem reynd að teikna upp á stjórnmálaflokkum, að þetta sé liðsheild og fjölskylda og svo framvegis og þetta var ekki bara við Sjálfstæðisflokkin, heldur bara eiginlega alla stjórnmálaflokka og það kemur alltaf í ljós þegar svona slægir fara í gang að það alls ekki þannig sko. Þetta eru oft mjög skiptir hópar og það einmitt mjög ólíkar áherslur sem eru innan þeirra. Og það svona, svo hitt sem að ég hugsa sko, og ég ekkert að segja þessi neitt að því, það bara raunveruleikinn sko, ég menna stjórnmálaflokkar eru bara svona samansafn einstaklinga sem eru með mjög mismunandi skoðanir en svona sjá sameiginlegan farveg. En samt einhver munur á í rauninni skoðunum eða stefnum Guðrúnar og Áslaugar? Þetta ekki aðalega svona fortíðar og karakter? Það held ég ekki sko. Ég held að báðir kampusar eru einmitt með sko svona make Sjálfstæðisflokkurinn great again sko komplexa sem að ég ekki alveg viss að séu raunhæfir. Ég held að sá tími sé einfallega farinn frá Sjálfstæðisflokknum og núna sé framundan alveg burt séð frá hvor flokkurinn hvor armurinn vinnur í þessu. Já, þá verður Sjálfstæðisflokkurinn á bilinu svona 12 til 18% í pólitík svona næstu 1-2 áratugi. Þeir eru eftir að sakna formannstíðar Bjarnar Benediktssonar. Sko, það sigurtíðar. Það tala báðar alltaf að flokkurinn hafi týnt sjálfstæðisstefnunni og mér finnst það vera bara hálfgerð reiðilestur í hvar Bjarna. Allt sem skrifa og sem segja. Það hrós honum mjög mikið báðar og ég hlustaði á brota þessum ræðum í gær og eru báðar svona mikið að strjúka honum vel og tala að flokkun hafi neyðist til þess að gera alls konar málamiðlan við VG. Mér finnst þær ólíkar og mér finnst þær með ólíka stefnu og ólíka sýn. Önnur mikið íhald og meðan hinn meira frjálslyndi. Áslaug miklu frjálslyndari heldur en Guðrún og ég held að það sé sá munur sem að við munum sjá hvert flokkurinn fer. Ná, ég spyrja í hvaða merkingu frjálslyndi, því að Sjálfstæðismenn stundu þegar þannig að frjálslyndi var að tala brennivinn í búðir og rúfa auglýsingamarkaði, en það næri ekki alveg sko í hverju frjálslyndi þeirra fælst. Já, það til dæmis, en líka bara alþjóðamál og þess aftar. Þú veist, hvort tvekja. Þannig að ekki Evrópusambandi, þær eru báðar auðvitað einarðir andstæðingar veru Íslands í Evrópusambandinu og en þú veist, þarna liggur munurinn. Ég meina, Guðrún meira dreifbýli, Áslaug meira þéttbýli og það meira frjálslyndi í þéttbýlinu heldur en í dreifbýlinu. Það er þannig. Svona ef maður ætlar að fara í bara pólitíkina, þá það munurinn. Og ég hef sagt sko að það sé í rauninni verra fyrir svona hina frjálslyndu miðju og frjálslynd vinstra fólk að Áslaug vinni en Guðrún. Það er mín svona skoðun. Það sé auðveldra eiga við Sjálfstæðisflokki með Guðrúnu. Það sé auðveldra eiga við Sjálfstæðisflokki með Guðrúnu, já. Svo sko svona, já, þú veist, það er alls konar. Það segir bara svona sem pólitískt nörd sko. Bara mér finnst bara svona leikhúsið í kringum þetta og svona nærveran og svona presansinn í þeim. Það eru mjög ólíkar, bara ólíkir karakterar. Það er líka áhugavert að sjá sko bara hvernig Guðrún hefur klætt sig og dressað sig. Hún í svona, þú veist að meðan Áslaug með svona sítt hár og svona. Margir tatsi svipur yfir Guðrún. Já, hún svona hún farið í fattaskapinn hennar. Alltaf svona kallæg hvernig hún klæðir sig sko. Í svona ekki með bindi náttúrulega en það var að koma einn frétt að það var endurtalning. Þannig að þetta það munar mjög litlu. Það munar engu.
Það áhugavert. Ég var líka talandi leikhúsið, sko, þá var ég líka að reyna að lesa salinn, þú veist, að ég nefndi ekki að hlusta á allt sem að gerist þarna, sko. En hérna fór svona aðeins að hlusta á salinn þegar Birgir Ármannsson var að kynna þar inn og svona. Og þú veist, þá sagði ég, já, ætli Áslaug sé að fara að taka þetta með að við svona, salurinn var meira svona vókal þegar Áslaug var kynnt til leiks heldur en Guðrún og fleiri stóðu strax að fætur og hluti salar sem var lengur á fætur þegar Guðrún var kölluð inn. En svo getur það verið líka bara karakternar að bakvið í stuðningshóknum, sko, að þau séu eldra fólki lengur að standa fætur og hafa ekki jafn hátt. Það er alls svona, þú veist, sem að leikhúsmanneskjan rýnir í, sem ekki bara talað á orð, sko. En segja það ekkert í fréttinni, sko, hvað margir greidd atkvæði? Þetta er náttúrulega rísa fundur. 2000 manns á sem fundi, sko. En það er aldrei svo margir sem kjósa, sko. Þau eru ekki öll með kosningarétt, sko, vantarlega. Einhverju með seturétt. Við höfum svolítið reynt að fá út úr sjálfstæðismönnum hverjir eru, sko, fylkingarnar. Og það er búið erfitt. Það var helst að vera að segja svona að Áslaug Arna væri svona elíta. Guðrún væri svona meira venjulegir sjálfstæðismenn sem að við höfum alveg orðið varðið. Það er náttúrulega eitt af því sem gerðist í tíð Bjarna. Það voru svona stór hluti sjálfstæðismanna upplifiði að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki að sinna svona okkur svona smá atvinnurekendum og svona venjulegu fólki í flokknum, heldur væri þetta bara SA og viðskiptaráð og ríkasta fólki sem að væri stefnumálflokksins. Og einhver leyti var Guðrún að tala svolítið svona inn í þann hóp og hún fékk stuðning Gulla, held ég ekki. Studdi Gullan eða opinberlega? Nei, ég meina Díó er að fara í varaformann. Það er alltaf verið hans erindi í flokknum, sko. Þeir er að stoppa okkur og við og muni ekki ekki ræðina og svona. Þannig að ég veit ekki hvort að það hafi náð að holdgerast í þessum átökum þarna á milli. En það var svona, til dæmis Guðrúnar fólki var að reyna að skilgreina Áslaugu Örnu sem svona bara hluta af útgerðar og mokkaveldinu og flokkseigendafélaginu. Ægilega. Og ég held að þú kemur inn á landsfundinu þá er þetta svona 2000 manns greiddu atkvæði á fundinum. Þetta er risa, sko. Þetta er met. Já. Það verður athyglisvert að sjá, sko, það sem maður velti fyrir sér og sé klára þetta og önnur þeirra verður formaður og það sem að gerist síðan, sko, hvernig sjálfstæðisflokkurinn að fara að verða í stjórnarandstöðu, hvaða áhrif mun, sko, ný forysta hafa og það er svona það sem ég fagna og ég held að sé svona bara gott fyrir alla að það sem að gerðist í þingsal 2009-2013 þegar ég var á þingi og samfylkingin og VFG höfðu tekið við eftir hrun. Skiliði lyklunum tímabil. Bara að, sko, sjálfstæðisflokkurinn með fulltingi svona nokkra þingmanna frá Framsókn fylltu þingsalinn af svona reiði þrunginni fjandsemi sem var eiginlega alveg óbærilega að verða vitni að og vera þáttakandi í. Þetta var líka slíkar öldur geisuðu þjóðfélagið allt og ég held að sem betur fer séu komin á þann stað með sjálfstæðisflokkinn að minnsta kosti í dag, alveg burt sér frá hvor þeirra hefur þetta, að við séum ekki að fara að upplifa slíka tíma aftur. Áslaug samt var svolítið þarna í gær. Mér veist, við erum eitt góður munur á ræðunum. Það var mjög mikill munur í ræðunum í gær, sko. Áslaug ætlaði að vera alveg dýrvittlaus í stjórnarandstöðu. Hún bauð sig fram sem fórustu stjórnarandstöðunar. Á meðan Guðrún bauð sig fram sem Guðrún svona sál sjálfstæðisflokksins. Já, ég las eitthvað viðtal við Guðrúnu þar sem hún sagði þegar hún setti sér samningaborðið sem annarkort formar SI eða varaformar SA að það var komin ný fórusta í verkalýðshreyfingunni sem var orðljót. Henni var boðið, sko, ofboðið frúnni úr hverjarkerði að því að það hafði eitthvað sagt djöfulsins. Það var ekki svona stétt með stétt eins og hún hefði upplöfðið þetta að vera að fólk að reyna að finna lausnir á sameiginlegum vanda sínum, þess að þeir sem fyrirtækjaeigendur og launafólk heldur væri þarna komið fólk sem að talaði auðvald og verkalýð. Ég sá að svo skemmtilegt að maður myndi halda að hann hefði hún hitt, sko, Sólveigu Önnu, en Sólveig Anna setti einmitt á Facebook og sagði aldrei hafa sittið við samningsborðið með Guðrúnu
en bað hann endilega láta sig vita af þessu fólki sem hún hefði hitt, já, hún vildi eldir að kynnast því. En það er auðvitað líka bara svolítið svona, veist, þarna birtist manni þessi veruleiki sem maður er kynnst úr pólitíkinni og fréttamennskunni, að það er, veist, fólk er gjarnan kannski með eina opinbera persónu, veist, og eina svona framkomu opinberlega og orðræðu og tala þannig, en síðan er líka bara með mjög svona almennilegan fundarkarakter sem að getur rætt sko málinn og reynt að komast að niðurstöðu, og ég held að Sólveig Anna sé mitt bara mjög gott dæmi þannig mannesku. Mér finnast reyndar sko Áslaug Arna og Guðrún báðar vera þannig, veist, þær eru ekki og ég ætla líka að segja það bara út af því að Bjarni er að fara á sviðinu. Bjarni er það líka, sko. Ég meina þetta er ekki fólk sem að kemur fram við annað fólk af einhverju fjandsemi og reiði, allavega svona í pólitíska andstæðing og þá sem að eru á sviðinu. Það er ekki mín reynsla, minnst okkur stíl. Hvað fannst þér það sem hann sagði að hann þakkaði andstæðingu sínum, þeir sem að voru hatramastir gagnvart honum fyrir að hafa gert hann því pólitíska dýri sem hann er. Hvað fannst þér Ég held að sé bara margt til í því. Já, ég meina það er bara eins og að mæta í viðtöl hjá erfiðum blaðamanni gerir þig bara ofta miklu betri pólitíkus. Já. Ég meina, oft þegar ég er spurð út í þetta starf og þú eflaust líka, þá getur maður sett svona fólk í flokka bara sko heiðarleika eða ekki. Ég meina, stendur við orðin þegar við erum að ræða okkar á milli eitthvað sem við ætlum að reyna að lenda hérna einhverjum samningum, hvort sem það eru stjórn eða stjórnarandstöðu. Og hvað gerist svo þegar fólk fer út úr herberginu? Ég meina, ætlar þú að fara að hlaupa bara og gera eitthvað allt annað en við vorum búin að semja Mér finnst, það er oft miklu frekar hvernig svona samstarfið er heldur en hitt, sko, hvort að þið eru í sama flokki eða saman í stjórnarandstöðu, sko. Ég held líka, miklu frekar þetta, sko. Að, þú veist, þetta sem að Bjarni er að tala þarna og þetta teflon Bjarni og það festist ekkit við hann og þú veist, hann stendur alltaf af sér. Þú veist, þetta er í grunninn jákvætt fyrir hann sem stjórnmálamann. Að sko þegar það er búið að hamra á því árum saman, áratugum saman, að sama einhvern veginn hvað kemur upp, hann stendur alltaf einhvern veginn, það festist ekkit við hann. Stendur Bjarni bara, sko, traust á Bjarni hrundi á hans tíma. Já, ég átta mig á því. Fylgi flokksins hrundi, þannig ég hef aldrei skilið þetta teflontal, sko. Jú, framan af var það vissilega þannig. Það er komin úrslit. Já, það er verið að tilkynna þau, held ég. Það er komið. Já, segðu þú. Á, ég segja. Það er Guðrún Hafsteinsdóttir. Þurftan að stela. Gatar ekki gefið þetta. Að standa upp. Ég skal segja ykkur tölurnar. 50,11%. 50,11? Og hvað er hitt? Hvað er jafnt? Það kemur ekki. Það er búið að tellja tvisvar. Stundum er það aðeins lægra, sko. 50,11? Þetta er ótrúlegt. Já, það er... Hvað er naumt? Skipt máli hvernig í hýlir. Kannski er margir og íldir eða ógildir eða eitthvað. Ótrúlegt. Það var eitthvað atkvæðaseðlar á Glámbekk. Maður. Þannig að það eru Birgir Ármannsson og Gunnar Smári sem eru búin að tilkynna þetta. Já. Sko, Birgir kom hann á undan í pontu og það með held að vera að tilkynna 49,09. Það munar 19 atkvæðin. Þetta heitir að það munar engu. En Birgir hafði komið áður upp í pontu og hérna sagt, þá held að það var að tilkynna úrslit. Birgir Ármanns? Já. Það var fundastjóri. Þá kom hann og sagði, heyrðu, sá sem er á bílnum XY29 vinstræðist færið hann. Og það var svona spennustíð. Það er gerðið þetta tvisarvíst, kom og var ekki að tala um að það væri... Var hann bara að djóka? Það voru kjörgögn, það voru einhverju atkvæðaseðlar sem ekki höfðu skilað sér, þannig að... Það eru 19 atkvæði af 2000. Við erum búin að taka þetta út. Búin að taka þetta út? Á Vísi. Þetta er farið út. En þá er þetta ekki verið réttar tölur líka. Já, laga maður en tekur ekki út. Við. Það er agalegt. Jú, þetta er komið aftur inn, ok. Já, herri, hvernig Guðrún næsti formaður Sjálfstæðisflokksins, bara frá og með deginum í dag? Hvenær fór hún á þing? Síðast bara 21. Já, 21. Þess að þetta ekki síðast heldur það síðast. Engin þingareynsla? Já, 3 ár.
og kom síðan seinna inn sem ráðherra og átti það inn í alltaf sko að taka við Jóni sem er spældur, situr spældur hjá sem að vann alla vinnunnar. En nú er það þannig, við kallmenn erum eiginlega ábyrgðarlausir öllu stjórnarathöfnum, við erum hvergi. Jú, þið eruð í miðflokknum. Það er spilaði. Nei. Ábyrgðarlausir, sagðan. Já, þakka fyrir. Ég ætla að segja, það er bara, ég ætla bara að segja það er bara frábært. Því að við erum, við höfum átt okkar tíma og við erum búin að gera nóg, sko. Og það komið tími til þess að konur taki við og þeirra áherslur og þeirra stjórnunarstíl sem er allt öðruvísi og allt samviskusamari, meiri, líklegri til friðar og þarfandi götunum. Þannig að það er bara góða fréttir. Já. Bara fagnaði. Ég segi nú stundum, ok, þeir eru búin á þessu og ég er ekki komin nóg. Ársins líka, sko. Það er allt farið. Við erum að tala að aðrir en þær tvær fengu 15 atkvæði, auðir og ógildir 4. Nei, Snorri fekk 15. Snorri Ásmundar fekk 19 líka. Þetta er líka 19. Þannig ef þau hefðu dottið Áslaugu það hefðu verið jafnt. Á 50,0 Eru auðir 19. Munar 19. En aðrir. En er þetta veikt umborð? Já, þetta segir auðvitað það að flokkurinn er ekki mjög sko eindrægur. Hann er bara í mjög álíka stórum fylkingum, bara 50-50 á bakvið svona tiltölulega ólíka stjórnmálamenn og þannig að það er verkefni er kannski ekki svo ólíkt því að ef það segjum að veri 60-40 að þá er það hlutverk Guðrúnar að stíga upp í pontu og segja ég er alltaf verið formaður þeirra sem að kursum ekki og þú veist hvort þetta er 50-50 og svona ég veit ekki hvort að það sé það verður þannig miklu þeir sem að töpuðu þeir verður náttúrulega miklu sárari En hvernig er þetta núna með varaformannin? Nú er Jens Garðar með Áslaugu og Diljá með Guðrúnu og hvernig fer þá það? Það gæti verið Áslaugu myndi bjóða sig fram í varaformann. Nei, þær hafa báðar sagt að þær ekki gera það. Mjög eindreið. Að bjóða sig fram í varaformannin. Já. Ef að þær þá verður Jens Garðar kosin. Nefnum verið klöppuð upp bara. Hefur Diljá mist stuðning? Það er líklegt að Salur Er ekki Diljá að fara bara í borgina? Nei, sko, Salur getur brugðið þannig við að hann telji Þú sagði alltaf lágt. Salurinn getur brugðið þannig við að hann telji út af hættunni á að verði sárindi í flokknum og einhverja gjár innans að Salurinn vilji þá kjósa varaformennun úr hinnum sem væri þá En hugsið ykkur, sko, ef að það fer þannig eins og þú ert að tilkynna hér að Jens Garðar verði kosinn Ég er að spá því, sko. Ég spáði að Guðrún Hafsteinsdóttir er í kosin. Þú ert ótrúlegur. Fyrir meira en ári síðan. Nostradamus. Sko, þá erum við með fórstu í Sjálfstæðisflokknum sem, sko, ef að Jens Garðar verður kosin varaformaður og við erum með Guðrún Hafsteinsdóttir sem formann, þá erum við með fórstu í Sjálfstæðisflokknum, sko, sem að hefur samtals 4,5 ári í þingreynslu. Og hvorugt af höfuðborgarsvæðinu. Já, og líka annað, sko, bæði úr borgartúrni 35, sko. Jens Garðar var formaður LIU og hún samtaka iðnaðarins og varaformaður samtaka atvinnulífsins. Þetta er B35 stjórnin. Þetta er svolítið áhugavert ef þetta verður niðurstaðan hjá Sjálfstæðisflokknum. Þetta er ekki byggt upp, ef Jens Garðar, þá er það bara ónýtt. Áhrif þess hús er náttúrulega hryllileg og getur farið líka bara í þinglið Viðreisnar, þá fyrirvendi starfsfólk úr þessu húsi. Já, en ég meina það er Viðreisnar, þetta er Sjálfstæðisflokkurinn, sko. Þetta er svona... Já, síðan 29, sko. En sjálfsögur er þetta, ég held að þetta sé mjög svona góður sigur hjá Guðrún út af því að ef maður hefði verið spurður fyrir svona 3 mánuðum þá hefði maður sagt Áslaugu Arna er að fara að hafa þetta. Þannig að hún var svona svolítið sko bara the underdog í þessari baráttu og hún sótti á og það að geta sótt á og verið í, veist, að ná til sín er auðvitað bara alltaf, veist, eitthvað trajektóri hjá stjórnmálamanni sem að getur haldið áfram þegar þeir hafa tekið við forystu. Það munar 38 atkvæðum. Já, akkurat. Þannig að þetta er fyrir hana svona persónlega rosalega stór sigur sem svona, hún er nýliðin á þessu sviði og hún er tiltölulega svona nýkomin inn og er að trappa sig upp mjög hratt og örugglega
og ná þarna í raun og veru sko yfirhöndina á móti Áslaugu Örnu sem hefur verið lengur á sviðinu og hefur verið meira ábyrgandi og hérna er kannski stærra nafn í flokknum, held ég fyrir hana rosalega flott veganesti sem fórustu kona þannig í Sjálfstæðisflokknum. Og ég held að sé hópur inn í Sjálfstæðisflokknum sem eru, eins og ég var að segja, svona smá atvinnurekendur og fleira, sem að telja sig hafa verið svona utangars lengi, sem að horfa á þetta sem einhverja endurfæðingu inn í flokknum. Og þið kannist við þetta, þú veist, einhver sem hefur haft áhyggjur á því að eiga fyrir launum starfsfólksins næstu mánaðamót, að við þurfum að hafa svoleiðis fólk í fórustu og það er náttúrulega beint gegn Áslaugu Örnu sem eru aldrei verið í þeirri stöðu. Ég er bara líka svolítið sammála þessu sjónarmiði, sko, þegar ég hef oft spurt mig, sko, sem bara, ég er búin að reka mitt eigið fyrirtæki síðan 2016 sko, og ég hugsa þegar Sjálfstæðisflokkurinn er að tala frelsið og tala atvinnulífið og tala reksturinn og litlu fyrirtækin. Hvað veit þetta fólk eiginlega? Hefur það einhvern tímann mist svefn yfir því hvort það eigi fyrir launum starfsfólks næstu mánaðamót eða hvort að þetta hafi verið rétt ákvörðun og góð ákvörðun og hvernig það verið til lengri tíma. Út af því að flestir af þeim sjálfstæðismönnum sem að ég hef kynnst í seinni tíð í pólitík hafa bara verið í pólitík, hafa bara verið í námi og lentu síðan inn á þingi eða í borgarstjórn og hafa ekki rekið neitt fyrirtæki og kannski bara þekkt einhverja sem eru í útgerð sko. Þannig að þýleitunum til er þetta Þetta er alveg rétt. Já, þýleitunum til er þetta svolítið svona bara Þannig að þú ert bara að fara að kjósa Sjálfstæðisflokkinn? Nei, ég er ekki að fara að gera það, ég mun aldrei gera það en út af því að ég bara, minn grunngildi liggja allt annars staðar en ég vil bara að ég held að það sé gott fyrir lýðræðið og ég held að það sé gott fyrir pólitíkina almennt að stjórnmálaflokkar séu það sem það segjast vera og það sé bara einhver ákveðin svona einhver heiðarleiki og að menn hafa ekki bara gripið eitthvað flagg og séu að veifa því til þess að fá persónulegt fylgi. Það er En svo er það þetta sko flokkurinn og sagan og eitthvað svona sem að stendur fyrir eitthvað. Ég meina það er líka alltaf pínu skrítið þegar framkoma framkemur stjórnmálafólk sem talar eitthvað allt annað en flokkurinn stendur fyrir. Þannig að maður skilur nú vel að þetta fólk farið þangað og tali fyrir stefnu flokksins þó að það hefði ekki sjálft upplifað það. En það er auðvitað svolítið skrítið þegar megin þorrin er þar og mögulega bara allir sem hafi bara labba beint úr háskólanum og inn í stjórnmálinn og hafi aldrei prófað þetta sem að þeir eru að boða. Ég varst að tala um sko. Ég held að þessi niðurstaða, eins og varst að segja, Róbert, hvað þetta er rosalega tæft, það er nú ýmist eitthvað 19 atkvæði eða 38 kannski skiptir ekki öllu máli, en þú veist, Áslaug er að halda ræðu núna. Jú, 38 er með þessum 19 sem við vorum að tala um áðan. Þetta eru 38 atkvæði samtals, sem sagt. En þú veist, þetta er miklu betra að þetta fari svona tæft heldur en að önnur fái heldur en að önnur einhvern veginn fái það bæði og sko þetta er svolítið fyrir þá sem að er að tapa þetta er svolítið eins og að tapa leiknum í uppbótartímanum bara á síðustu mínútunni það hafi ekki lent í því og fara svo heim maður er rosalega full þegar maður fer að vellinum það er betri að tapa þetta bara í fyrri hálfleik Er það samt? Það er skárra að þú veist tapa tæft heldur en að skítapa. Það er nefnilega... Já, það veldur svolítið á því hvar þú ert þegar þetta hefst, sko. Því að við erum alltaf að bera saman við væntingar og svo raunveruleikann. Þannig að, veist, þetta er... Það var ekki jöfn staða þegar þau lögðu á stað í þennan leiðangur. Þannig að það, veist... Þetta 50-50 dæmi er ekki alveg sko 50-50. Hún Áslaug Arna var í svo miklu betri stöðu þegar hún fór á stað. Hún byrjaði líka bara á undan og var rosalega vel skipulöð sko. Já, með nýtt logo og flott. Já, bara með svona rosa mikill kraftur. Svo fannst mann einhvern veginn mitt eins og Guðrún væri að vaksa. Mér fannst eins og Áslaug væri aðeins að verða sýnilegu aftur svona bara núna síðustu vikuna. Og maður hugsaði einmitt á tímabili bara, já ok, Guðrún er bara að fara að sópa þessu. En breytist flokkurinn mikið við þetta, haldið það? Hvað séru? Ég held að Helga vel að sé á því að hann verður svolítið öðruvísi og þið leggja áherslu á þessu utan á landi og ég sé að svona þeir sem eru svona vilja spila pólitíkina svolítið á miðjunni sjá einhvern veginn fram á þessu sóknarfæri fyrir aðra flokka heldur en Sjálfstæðisflokkinn þá frekar ef að Guðrún er formaður. Já, ég held að þetta verður svona meira svona brest íhald, held ég sko. Það fer kannski líka svolítið eftir hvað gerist hjá Framsóknarflokknum, hvernig ímyndin verður út af við og hvernig sérstöðu flokkurinn ef að Jens Garðar verður, þar að segja,
varaformaður. Ég held að, já, ég segi það líka. Hvað gerist hjá Framsókn, sko, ég held að það taki nokkur ár fyrir þau að ná einhverjum fókus, sko. Einar tók tappan úr vindsænginu, það ekkert eftir, sko. Með þessu að... Það voruð svolítið kallt. Hvernig það, Róbert, að vera að missa loftu úr vindsænginni í óveðri? Ég alltaf með 2 dýnur, sko. Já, þau virðast ekki vera með 2 dýnur nefnilega. Þau virðast bara hafa Nei, þetta alveg hjá þeim þeir eru bara utan við stjórnmálin. Nei, mér finnst mjög athyglisvert það sem hefur gerst á síðasta svona ári í pólitíkinni veist að því leytum til þegar kemur að þetta sjónarmið sem við vorum að tala varðandi Bjarna og annað slíkt, sko, að það er þessi tegunda stjórnmálamönnum sem að vita að það kemur alltaf nýr dagur. Og þannig að alveg sama hversu hatramt og hversu erfitt mál þú ert að fara í gegnum, að þá hafa einstaklingar sem eru þarna og hafa tamið sér það að hugsa svona, bara vitneskju til þess að segja við sjálft sig, þetta er erfitt núna en þetta verður betra. Og við látum tíman aðeins vinna með okkur í því að komast að réttri niðurstöðu hvernig þetta leysist og svo framvegis. En síðan sjáum við, sko, að það er eiginlega mistekst í tvígang hjá Bjarna. Þetta langþol í pólitík sem að bæði Katrín Jakobsdóttir hafði í pólitík að lempa, að tala, að hringja, að ná niðurstöðu og vera alltaf bara í símanum og tilbúin til þess að ná að bera klæði á vopnin. Og Dagur B. Eggertsson hefði líka í borginni sem út af það bara við sjáum á þessum báðum það slitnar upp úr eða veist, þessir einstaklingar fara þegar Dagur fer úr borginni og nýr maður kemur að taka við meirihlutanum og þegar Katrín fer úr ríkisstjórninni og Bjarni fer inn veist, hann endurtekur eiginlega sömu mistökin og hann gerir með bjartir framtíð og það er þetta afskiptaleysi og líka viðreisnarfólki inn í eigin flokki og hands-off stjórnunarstíl sem að bara dugar ekki það er svakaleg vinna að vera forystumaður í stjórnmálaflokki og það er svakaleg vinna að vera oddviti í meirihlutasamstarfi þú þarft alltaf að vera og það er auðvitað svolítið átakanlegt út af því að við vitum að Einar er drengur góður þarna í Framsókn að við sjáum alveg líka að það er svolítið reynsluleysið og það er þessi, veist, það er bara þessi skortur á að vita hvað þú þarft að vera eljusamur og ég ætla ekki að fara að tala með niður þegar ég hef ekki í mínum skrokki eljuna til þess að vera svona, þú veist, forystumaður. Ég bara vita það frá því ég var krakki. Ég myndi ekki nenna þessu. En það er fólk sem að nennir þessu og gerir þetta mjög vel og svo sjáum við hvað það verður ábyrrandi þegar aðrir koma að sem ætla svona einhvern veginn að wing it og halda að þeir geti búið sér til eitthvað persónufylgi og dyrkun og svo framvegis og þau muni bara surfa á öldunni til mikilvæg vinsalda og aðstu metorða. Þetta er bara ekki þannig. Nei. Þetta er miklu leiðinlegra maður heldur. Já, þú þarft að vilja þetta mjög mikið. Þetta er bara rosa mikið vinna að halda fólki saman við borðið. Þú þurfir bara að vilja þetta rosalega mikið til þess að Þetta merkir til svo sígarettupakkana, þetta bara drepur. Og áttaði á því að ef þú nærð þínum æðstu draumum sko og þú nærð til æðstu metorða að þá færðu að gera nákvæmlega sama og þú gerðir allan tíman á leiðinni þangað. Sitja á rosalega löngum og mörgum fundum. Ég notaði þetta oft þegar það var að vera því að ritstjóðir er svona, þú þarft að byggja þeir upp og halda þeim gangandi. Ég notaði oft að sumir ritstjórar taka sko stöðuna frekar en starfið. Og það er akkurat þess að þú veist að lýsa. Sumir halda þetta að sé eitthvað, þú veist að þú hefur eitthvað staða sem fylgir þessu. En þetta er skítmokstur endalaust með teskið. Þannig er þetta. Eins og stjórnunarstarf er eins og alltaf sko. Sumir halda þetta að sé velunin. Svona þú ert síðast í starfsmaður Vinstri grænna sennilega. Já, nei. Það er nú framkvæmdastjóri. Nú er það? Já. Já, nú fyrir ekki það. Ég held að þú hefur verið framkvæmdastjóri. Nei, hann heitir Ragnar Auðun Árnason. En Vinstri, akkur segir þetta? Ég meina Vinstri grænir eru náttúrulega þetta er náttúrulega Jú, í þeirri mynd sem voru. Hvað segirðu? Já, þeir eru 8 bæjarfulltrúa í Damland. Ég held að þeir eru bæjarstjóra á Já, starfsmaður flokks, varstu ekki að tala um það? Já, starfsmaður flokksins. Ég held einhvern veginn að Vinstri græn mun ekki bjóða fram í sveitarstjórnarkosningum eins og það gerði síðast. Ég held að verði eitthvað sem vinstra bandaleið. Er ekki Svandís að fara í borgina? Er ekki Svandís að fara í borgina? Já, okkur ætti hún að gera það. Ég segi það líka. Ég held að það sé bara, minnst það bara einhvern veginn blasa við að veist, það eru þarna, það er eitthvað
10% mengi þarna sem á sinn fulltrúa í landstjórninni, ég í því, ég meina, ég búin að kjósa VFG síðan 2016, ég kosið Samfylkingunni í borginni, ég meina, og ég hugsa, eru Píratar, eru VFG, eru sósíalistar ekki að tala saman og af hverju ekki? Ekki, sér fólk ekki að það þarf að vera stjórnmálaafl sem að nær utan þetta mengi og nógu öflugt til þess að það séu alltaf fulltrúar sjónarmiða þeirra sem að eru félagslega þengjandi, sem að vilja inklúdera alla í samfélaginu og eru aðeins róttækari heldur en Samfylkingin og Viðreisn. Ég held að svarið sé jú, auðvitað er fólk að tala saman, en ég held líka kannski sérstaklega fyrir VFG einfaldlega vegna bara sögunar og þeirrar demografíu sem flokkurinn hefur innanborðs. Þetta fólk sem að er einhvern veginn virt í starfinu ennþá. Ég held að þetta sé bara ennþá ákveðið sorgarferli í gangi. Svandi sagðist þar daginn að þeir allir að tala af alla. Þegar maður spurði þetta, sáu gamla markmanni hvernig grip. Þetta var flott. Já, það var flokksráðsfundur bara fyrir viku. Ég heyrði þetta sem hún sagði og þetta hljómaði mjög vel í mínum eyrum. En sko ég held að þetta sé bara, það er bara einhvern veginn of stuttur tími liðinn til þess að það sé verið að það er stutt í kosningarnar. Já, það er stutt í kosningarnar og Stefán Pálsson sagði á þessum flokksráðsfundi sem að mér þótti svolítið áhugavert að nú er bara staðan orðin þannig að það er bara, það bara sefur einhver yfir sig og þá er bara slitið ríkisstjórn eða meirihluti sprengdur eða það er bara verið að það er bara miklu, það þarf einhvern veginn miklu minna til og þetta hefur bara sýnt sig núna bara hjá okkur líka bara í þingkosningunum að þegar að það forsætisráðherra í okkar tilviki undanfarið hefur slitið ríkisstjórnarsamstarfi og tilkynir svo bara það eru kosningar hérna eftir korter. Þá hlaupa allir til og ýmist raða upp á lista eða halda einhver prófkjör eða eitthvað og það er bara kosningabarátta í nokkra vikur og svo er bara kosið og það fer einhvern veginn. En Stefán bent á það að ég held að hann hafi talað um bæði Danmörku og Svíþjóð, þar sem að þetta er líka, eða Danmörku og Noreg, þar sem að þetta er líka lenska. Nei, ekki Noreg, það er ekki hægt. Svíþjóð. Að þar eru flokkarnir alltaf tilbúnir með lista. Og þau eru tilbúin með strategíu fyrir næstu kosningar ef að þær eiga sér stað eftir mánuð eða 2 eða 4 ár. Og ég held að það sé eitthvað sem að ekki bara VFG heldur bara allir ættu að það er bara allt öðruvísi fyrirkomulag þar heldur en hér. Þetta prófkjara fyrirkomulag er ekki svona ríkjandi á Norðurlöndunum eins og hjá okkur. Það er bara fólk sem er starfandi allt árið kring inn í alls konar málefnahópum og þess að þar sem að fer svo og gefur kost á sér til starfa fyrir flokkin í hinum og þessum inn á þingi eða annar staðar. Á meðan að á Íslandi erum við alltaf í bara einhverju öðru. Við tökum bara alls konar random fólk inn á milli þess sem að bara það eru opin prófkjör, það sem að bara alls konar fólk sem hefur mögulega gekk inn í flokkana bara í prófkjörinu er að gefa kost á sér jafnvel bara mjög ofalega, að það er bara alls konar. Þetta er allt annað fyrirkomulag. Hér er meira þess að tala niður fólk sem hefur starfað í flokkonum lengi. Það hefur verið talað niður fólk sem kemur upp úr ungliða hreyfingunni, að það sé skammaryrði. Flokkstindlar. Flokkstindlar. Og meðan að það er kannski fólk sem hefur verið setið og hlustað á flokksfélaga að tala stemninguna, stefnuna, af hverju bara á fund eftir fund eftir fund. Það var það orðið neikvætt í svona umfjöllun fjölmiðla. Og það er auðvitað pínu skrítið, sko. Nú verðum við bara að enda þetta ágæta samtal. Við vorum hérna með fína fréttir í miðju samtalinn okkar. Er Jenny orðin varaformaður, eða? Nei, það kemur ekki strax. Nú er kostning, sko. Nú gerum við hlé. Það er ekki gengið til. Nú gerum við hlé á þessari beinu útsetningu frá landsfundi Sjálfstæðisflokksins. En Helga Vala, Róbert og Sunna, takk ykkur kæra fyrir að vera með okkur. Takk fyrir boðið. Takk fyrir okkur. Og hér á eftir þá förum við til útlanda.
beint í Hvítahúsið. Ég held að það, og gestirnir sem koma eftir eru Baldur Þórhallsson, Guðmundur Hálfdanarson, Ingiberg Sólrún Gísladóttir og Ögmundur Jónasson. Sjáu þetta augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Já, komið sæl, við höldum áfram hér með Sín Egils og það er seinni hálfleikurinn. Til okkar komin Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrirverandi utanríkisráðherra, Guðmundur Hálfdánsson, prófessor, Ögmundur Jónasson sem er fyrirverandi margt bara og flest gott. Bara afi núna eða? Já, það er góður aldur. Við erum voðalega mikið fyrirverandi. Og Baldur Þórhallsson á það að fyrirverandi fórsetafrömmundi. Nei, þú er prófessor við háskóla. Já, en þá, já, ég er það, og afi. En hérna, bara sem mestu tími farið í það, vill maður. Já, en nú skulum við hérna taka aðeins bara stutt hérna með úrslitin í formannskjörinu. Ingibjörg Sólrún, skiptir þetta máli? Og eru þær ólíkar? Já, þær eru ólíkar, sko, og hérna þetta skiptir svona máli varðandi ásýnd kannski og ímynd flokksins, en í stóra samhenginu skiptir þetta engum máli. Þetta er sjálfstæðisflokkurinn, hann breytist ekki til. Það er ekki hægt að snúa. Nei, ég heldur séu mörg búin að reyna það, sko, og sjá að það gefst ekkert voðalega við. Guðmundur? Já, ég tek nú bara undir það. Ég gerir mér svo sem ekki grein fyrir hver munurinn er. Það eru þetta annars vegar Guðrún er utan á landi, þannig að hún er greinilega svona gerði svolítið út á það og kannski svona fulltrúi fyrir kannski heldur íhaldsamari öfli í flokknum en ég held að breyti kannski ekki öllu samt sem það er í stóra myndinni, sko. Ögmundur? Ég hef ekki hugmyndið það, ég bara veit eitt að Sjálfstæðisflokkurinn verður ekki síður hægri sinnaður en hann hefur verið til þessa. Nei. Meira veit ég ekki. Baldur? Ég held að þetta sé nú nokkuð viðsnúningur að svona minnstakosti innan Sjálfstæðisflokksins vegna þess að sko það er Bjarnaarmur, Reykjavíkurarmurinn, Garðabæjararmurinn, Elítuarmurinn í flokknum, Morgunblaðsarmurinn sem tapar. Hann tapar formannskjörinu og Guðrún nær kjöri sem er miklu tengdari Guðlauga Þórsarmunum sem hefur verið undir í flokknum í langa tíma. Hins vegar einu sammála þeim hérna, það kannski breytir ekki stefnuflokksins í grundvallaratriðum, en það er komin ný öfl til valda innan flokksins og núna verður mjög gaman að sjá bara hver verður kosið varaformaður. Það eru líka þessi tveir armar að takast á, þegar ég held að flokkurinn sé miklu klofnari heldur en maður átt að sig á í milli þessara hópa. Það er gengjastrið. Það er athyglisvert að hvað var ekki 50,1%, þannig að ég sá nú ekki hvað hinn það var endalega 49,9%, þannig að hann er klofin í herðar niður og þannig að það er að koma í ljós hvað. Þetta sé ekki vonlústin fyrir flokkin. Já, sko, ég held að sé, það er auðvitað svona, það er erfiðara kannski fyrir þá sem að tapar að setja sig við það og það svona, þá eru líka kannski meiri líkur á að menn svona eigi vonum að sigra næst. En er það endilega erfiðara fyrir þann sem tapar að fá svona sterkar stöðu? Nei, þá aðeins hefur náttúrulega mjög sterkar samningsstöðu eftir þetta. Ég held að það... Í hverju viku þegar við bræðið erum að tala saman þáttinn, sem sagt þennan sunnudagsþátt okkar, að þá hefur Smári alltaf sagt að Trump hafi ekki dagskrárvaldið og hann hefur það svolítið. Já, hann hefur það klárlega. Hefur það tala svona alþjóðlega? Nei, og í þættin við þurfum alltaf að tala um Trump. Við þurfum alltaf að tala um Trump, sko. Ég held að vera að tala um landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Það sá ég sumir frambjóðnir í gær fóru að tala gegn woke. Það er sko í tísku í Trump-armunum. Ég held að vera að vísa til þess, sko. Já. Mér er nefnilega svo gaman að tala um Sjálfstæðisflokkin. En sko, þetta er þessi nýjast upp að koma. Hvað er þetta? Sko, og hvað afleiðingar geta verið af þessu? Er það meina Sjálfstæðisflokknum í Bandaríkjunum? Nei, nú erum við að tala um bara... Nú erum við að tala um Hvíta húsið og það sem þar gerðist. Ertu búin að horfa á Nei, ég er ekki búin að horfa á algjörlega frá upphafi. Ég er búin að horfa á hana síðasta part. Og það er eiginlega, sko, þessi síðasti partur, það sem að hefur verið að gerja svona í mér eftir ég horfði á þetta er svona, og eftir hvernig svona, og menn tala líka eftir þetta er svona eins og heimilisofbeldismál. Það er að segja, það eru allir að segja við Zelenski árin að fer inn á fundin, Trump er í góðu skapi, þú skal nota þér hann í góðu skapi og þú skalt semja við hann, því nú er hann til í að semja við þig og svo gerir hann það ekki, segja menn, svo æsir hann Trump upp og þá er allt í sko, Zelenski og hann ábyrgu fyrir því hvernig skapferli hins er. Já, og hvernig skapferli hins er og hvernig hann hagar sér og þetta er alveg svo í dæmigerðum ofbeldissamböndum, sko. Þú skal gjöra svo reynda að halda þessu manni góðum því að þú heldur hann góðum þá mun hann ekki berja þig. En sko,
mér fannst þetta svo, það fannst eitthvað svo óhugnalegt við að horfa á þetta. Þetta ofbeldissamband sem en hættan sem fólk er að tala um að eins og Trump nefndi í þessum bút sem þú horfður á þá og ég, að þá talaði hann jafnvel þriðju heimsstyrjöldina, sko. Já, hann var að... Nei, þetta er óþægilegt. Já, sko... Ef ofbeldismaðurinn, sko, hóta svona. Já, sko, hann talar þriðju heimsstyrjöldina, ekki kemur Zelenski þriðju heimsstyrjöldina stað. Ef það verið þriðju heimsstyrjöldin, þá er það væntanlega Bandaríkin og Rússland og hérna, Úkraína hefur ekkert bolmagn til þess að komast að heimsstyrjöld, þannig að ég er aldrei saman á þetta var í raunverulega bara í sjálfu sér hálf óhugulegt að horfa á þessu uppákomi, þetta skuli vera valdamesti maður í heiminum að því að sagt er að hann hafi ekki fyrsta lagi ekki stjórn á skapi sínu, sko, og öðru lagi þá hérna að þetta gerir svona bara fyrir opnum tjöldum, sko, ég meina auðvitað hafa ráðamenn og ég efast ekki það að þau sem hafa setið við svona samningaborð baku tjöldina, það gerist ýmislegt þar en það gerist ekki í beinni útsendingu og maður oft séð, sko, ráðamenn koma fram og maður veit það þegar vera tekist mjög harkalega á og þeir tala þá hreinskiptnar umræður og svo framvegis. En þetta bara gerist þannig í beinni útsendingu og það er það sem Trump vill. Hann vill alltaf að við séum alltaf að tala um hann vill að hann sé alltaf til umræðu að því að þannig með athyglinni þá heldur hann og finnst honum að hann skori stig. Og miður. Þessum hún horfa á þetta? Já, ég horfði á þetta í fréttunum og síðan lesið þetta. Ég horfði ekki á allan, hef ekki hort á allan þáttinn. En þetta má náttúrulega á sér aðdraganda sem maður má ekki gleyma. Menn er að fjalla þarna lok stríðsins annars vegar og stuðning Bandaríkjanna, áframhaldandi stuðning við vopnasendingar til Úkraínu og hins vegar er menn að tala auðlindir Úkraínu. Nú er það svo að Zelenski var í Bandaríkjónum síðastliðið haust, talsvert fyrir forsetakosningarnar og var þá að flagga þessum auðlindum í Úkraínu og það var rifjað upp í Washington Post skrif þess blaðs frá því í haust í september held ég hefði verið það sem að ræddi meðal annars við Lindsey Graham öldungadeildarþingmann frá Suður Carolina sem hefur haft sér talsviti frammi núna eftir þessa atburði og þar kemur fram að þessi mál voru til umræðu þar þessi sem sagt aðgangur bandarískra fyrirtækja að auðlindum og sem sagt jarðefnum, verðmætum jarðefnum í austur Úkraínu og í Úkraínu almennt í sem sagt Úkraínu hluta þess sem undir stjórn Úkraínu og það sem að Bandaríkja forseti var greinilega að búast við að myndi gerast þarna það væri að hann gengi að þeim skilmálum sem settir hefðu verið sem að þá tryggðu áframhaldandi vopnasölu. Það er fundur sagður hafa verið með varaforsetanum kvöldið áður og þá er að koma í ljós að þetta samkomulag er ekki að ganga upp og þess vegna þessi reiði og þessi æsingur og þessi furðulega framkoma náttúrulega sem er fyrir neðan allar hellur. En ég bara segja að þetta er samhengi sem að það náttúrulega hafi í huga og þegar að Zelenski kemur heim til síns heimalands Úkraínu eftir haustið þá fer að renna á hann tvær grímur og aðra að þessi samninga mun ekki ganga upp heima fyrir vegna þess að við tölum Úkraínu eins og einhverja svona fjarræna heild sem að sé bara einhver mengi, það er náttúrulega ekki. Það eru búin að vera deilur þar innmitt auðlindirnar og hvernig ekki bara bandarísk fyrirtæki hafa verið að sölsa þær undir sig heldur evrópsk líka undir handarjaðri Evrópusambandsins og þá voru ég að vitna til dæmis í lagabreitingar sem voru gerða 2020. Þannig að það þarf að skoða þessi mál öll í miklu stærra samhengi en þetta heimilisofbeldis episóda þannig í Hvítahúsinu þennan dag. Þetta er í miklu stærra samhengi. Jú, það er alveg rétt. Í augnablikinu er náttúrulega orðið bara óbrúanlegt bil annars vegar milli Evrópuríkja, flestra Evrópuríkja og Bandaríkjastjórnar þegar kemur að því að reyna að koma vopnahléi í Úkraínu. Og það byggir á því að Bandaríkin eru ekki tilbúin að veita Úkraínu svo kallar öryggistryggingu þannig að
í vopnahléi ef að rússnesk stjórnvöld brjóta það og ráðast aftur úr Úkraínu að Bandaríkin komi þá Úkraínu til varnar. Trump ekki tilbúin að veita þessu öryggistryggingu og Úkraín stjórnvöld bara sjá hag sinn ekki í því að koma á vopnahléi án hennar vegna þess að þau óttast bara þá munir Rússar bara vígvægast enn betur og vera ennþá betur í stakkbúnir til þess að taka yfir landi eftir 2, 3, 4 ár. Þetta stóri vandinn og nú höfum við séð kannski 2 leiðir sem ráðamenn í Evrópu hafa reynt að nálgast Trump. Mér fannst nú rauninni Frakklandsforseti og forsætisráðherra Bretlands, ég nú orðaði það þannig, þeir fóru nú eiginlega að skríða fyrir Bandaríkjaforsetanum. Mér fannst eiginlega erfiðar að horfa upp á Starmer bjóðunum í konunglega heimsókn heldur en Zelenski rauninni þá maldi í móing gagnvart honum og það er svo athyglisvert að blöðin sé ég í Frakkland og Bretland að tala að þeir hafi staðið sér vel og komið vel út úr þessu en ef maður skoðar það þá fekk hvorki Starmer eða Macron þeir ekkert út úr heimsókninni. Ekki neitt. Þeir fengu ekki yfirlýsingu frá Hvíta húsinu að Bandaríkin myndu standa við 5. grein Atlantshafssáttmálans og verja NATO-ríki ef þau verði ráðist. Þeir fengu ekki yfirlýsingu frá Trump að hann verið tilbúin að koma með friðargæslusveitir með Evrópu og staðsetjaðir í Úkraínu að loknu vopnahléi. Trump gefur í eftir fundina með þeim og boðar meiri tolla á vöru frá Bandaríkjunum. Þannig að hann ekki að gefa eftir í samningaviðræðunum sem Ögmundur að tala varðandi góðmálmál í Úkraínu og hann bara með pálmanna rauninni í höndunum, hann gefur ekki eftir. Þannig að það mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig eigi að leysa úr þessum vanda. Það sem það þarf að gera til að leysa úr þessum vanda að reyna að taka völdin einhverju leyti úr höndum þessara leiðtoga, hvort sem er í Evrópu eða Bandaríkjunum sem er ófærir að gera það. Starmer segir í gær og þeir undirrita 400 milljarða lán til Úkraínu og hvernig er að borga það? Það að borga það með því að nota eignir sem að stólið er Rússum á erlendri grundu. Það er lánið. Rússar eiga með öðrum orðum að fjármagna drápstólinn til að drepa eigin hermenn. Og ef við erum að tala það að reyna að leysa þessi mál og reyna að binda enda á þetta hryllilega stríð, þá þurfa menn náttúrulega endurskoða afstöðu sína þessu leyti líka. Og Evrópa, hún þarf að horfa í eigin barm og hvað hún er að gera þarna. Vegna þess að við erum að horfa á bandarískar auðkýfinga, ætla að sölsa undir sig eignir Úkraínu sem er viðbjóðslegt, finnst mér. Hinnir hafa verið að gera þetta líka. Og ég hefur að skoða til dæmis þessa skýrslu hér sem er frá Oakland Institute, bandarísk stofnun, sem er búin að vera að skoða eignarhald á landi í Úkraínu. Helmingur af Úkraínu, sem er 600.000 ferkilometrar, er mjög gott einhver besta jörð í heiminum, svarta moldin sem við þekkjum, matarforðabúr Evrópu og heimsins alls, segja menn. Helmingurinn af þessu landi er núna komin í eigu ólígarka og 10% af öllu þessu ræktarlandi er í höndum 10 fyrirtækja sem öll eru skráð í Bandaríkjunum, í Luxemburg, á Kýpur, með eignarhaldinn í norska olíusjóðin og svo framvegis. Þetta lið er að læsa klónum í auðlindir Úkraínu. Við þurfum ekki annað en bankarhraun á Íslandi, skammvind, til þess að hér fara að sveima yfir hrægamar, til að ná í hitaveitu Suðurnesja hvað það nú var. Þetta er búið að vera að gerast í Úkraínu og er að gerast undir handarjaðri Evrópusambandsins og NATO. Þetta er ekki Donald Trump einn að verki. Þeir eru núna þessi hrægamar að rífast bitana og þetta er hryllilegt að horfa á og eina lausnin í þessu er að hér fara að rísa nýju friðarhreyfingar sem krefjist þess að endi verði bundin á þennan ófrið og þar er ekki bara við Donald Trump að eiga, það er við Evrópusambandið, það er við leiðtoga í Evrópu, Starmer, Macron sem er farin að tala að kjarnorku sem sagt væða Evrópu alla saman, það eru Bretar og Frakkar sem eiga kjarnorku var núna, þetta er bara tónn sem að verður að kveða þetta niður. En hinn hlutin af peningunum Ögmundur er
náttúrulega sá að ef að Evrópusambandsríkin og Bandaríkin hefði ekki staðið við baki Úkraínu og veitt fjármunir til þess að gætu varið sig, væri allt komið í hendur Pútins og ólíarkan í Moskvu. Það er það sem ég er bara ekkit viss þetta. Það var búið, akkur var ekki samið þá Boris Johnson sem stofnaði. Þetta er tóm mýta. Úkraínumenn, það er alltaf talað að Úkraínumenn séu ekki. Hvað er mýta fyrir ekki sem ég voru að segja? Boris Johnson hafi gert að verka við sömdu ekki. Það var ekki þess vegna sem við sömdu ekki. Það var ekki engin samningar á borðunum og Boris Johnson hafði ekki með það að gera. Það er búið að þetta er rússnesk svona, hvað maður segja, frétt sem er endurtekin og það er alltaf að tala Úkraínu að þetta sé bara menn sem að þeir hafa ekkit agency. Það er einmitt þetta sem ég finnst þátti Mikael sem Guðmundur er að koma inn á hérna. Það er alltaf að tala Úkraínumenn eins og þeir hafa engar sjálfstæðan vilja, þeir hafi engar sín á þetta sjálfir, þeir hafa engar hugmyndir það hvað sé þeim sjálfum fyrir bestu. Fyrsta lagi kemur náttúrulega hugmyndir það að það veri Bandaríkin sem hafi steypt Janukóvits, þeir hafi staði fyrir valda rán í rauninni í Úkraínu, það er hugmynd sem er mjög lífseg og menn gera ekkert með hvað Úkraínumenn sjálfur vildu gera og hvað Úkraínumenn til hvað ráða Úkraínumenn sjálfur tóku. Það voru 100.000 mann, býttu að myndi út búin að tala mikið, það voru 100.000 manna á götunum í Kiev þegar mætin uppreisnin var gerð og þetta var, Janukóvits var gerspiltur stjórnmálamæður sem að það voru búin að vera samningaviðræður og þetta voru viðræður efnahagsmál við Evrópusambandi, voru búin að standa frá 2007 og þau voru tilbúin í samninga til undirritunar í nóvember 2013 þegar hann ákveður að gera það ekki vegna þess að það voru Rússar sem stóðu gegn því og vildu hafa þá inn í Evra efnahagssvæðinu. Þannig að þetta var, Rússarnir stóðu þar á bak við það að þetta gekk ekki fram og það voru gríðarleg mótmæli í Kiev og þetta voru Úkraínumenn sjálfir sem stóðu á bak við það. En ekki bara það sem ég ætlaði að skjóta inn í hérna var einmitt þetta. Ég var að vara við því að töluðum Úkraínumenn sem eitt massa, eitt mengi eins og ég sagði hér áðan. Það var það sem ég var að vara við og það hafi verið deilur þar og mismunandi skoðanir á lagabreitingu sem gerðar voru til dæmis 2020 undirlagi Evrópusambandi fyrir ekki, þú er búin að tala lengi núna það voru skiptar og eru skiptar skoðanar hvernig farið skuli verið með þessar auðlindir. Það hafi verið skiptar skoðanir þetta í Úkraínu og það eru deilur það núna líka. Við getum farið síðan út í þessa atburði í Maiden og spillingu Janukóvits, við getum rætt líka Poroshenko og hans spillingu og svo framvegis. Ég er ekki að draga taum þessara manna, alls ekki. Ég er að draga taum þeirra bara almennings í Úkraínu sem er að horfa upp á eignir landsins verða að leiksoppi þessara afla. En ég finnst aðeins að gleyma aðalatriðinu Ögmundur sem er það að við erum með í Rússlandi stór hættuleg stjórnvöld sem virða ekki orðið grundvallar lýðræðislega bara leikreglur alþjóðakerfisins. Við sáum hvernig Pútín kom fram í Tjetsníu, hvernig hann réðst inn í Georgíu, hvernig hann réðst inn í Úkraínu 2014 með allsherjar innrásinu 2020. Vandinn er útþenslu stefna Pútíns sem ræðst á og drepur nágranna sína til þess að ná yfir og mynda aftur stóra Rússland. Við höfum séð hvað hugmyndafræðin er að baki, þá að ná aftur áhrifum á þeim svæði sem tilheyrum jafnvel ekki bara gömlu Sovétríkjunum heldur gamla keisaradæminu. Það er hugmyndin sem býr hérna baki, það er vandamáli sem við stöndum frammi fyrir og þurfum að taka á. Ég bara skrifa alveg upp á þetta í Tjetsínu og ég skrifa upp á yfirgang og valdboð og allt þetta. Þarna megin. Ég horfi líka á hvað er að gerast annars staðar í heiminum. Ég horfi á hvað er að gerast í Líbíu, ég er að skoða Sahel-svæðið í Afríku, ég er að skoða það sem er að gerast fyrir Miðausturlöndum, ég er að skoða Gaza og svo framvegis og niðurstaða mín er sú að það sem að skortir í heiminum í dag í Bandaríkjunum, í Evrópu og helst víða veröld er að það rísi upp friðarhreyfingar sem að reyna að taka völdin úr höndum þessara afla sem að standa þarna baki sem er hervald og auðvald og það er það sem að hefur verið slökkt á þessu. Bush Bandaríkjaforseti hann slökkti á þessari umræði í Bandaríkjunum eftir 9/11, eftir tvíburaturnana, að þá sagðum við erum komin í stríð við hryðjuverkamenn, war on terror.
og það þýddi það að þeir sem að töluðu gegn honum eða hans stjórn eða hans sjónarmiðum að þeir voru óvinir ríkisins og það eimir ennþá eftir af þessu nema nú það að gerast í Bandaríkjunum. Það er að koma fram raddir og í Evrópu sem að ganga á hólm við þessi öfl, við þessi ofbeldis öfl, hvort sem í Hvíta húsinu, Moskvu eða hvar sem og það sá heimur sem við eigum að taka þátt í að reisa við á nýjan leik. Það vantar mikið upp á það að þessar svona hreyfingar, þessar öflugu fríðarhreyfingar, að þær hafi þær komið fram og hafi þær stöður sem það þyrfti að hafa. Sannarlega vantar mikið upp á það og við höfum hort upp á það að það er ekki nýtt að hort upp á utanríkisstefnu Bandaríkjanna sem hefur haft skelfilegar afleiðingar mjög lengi. Ég búin að fylgjast með þessu náttúrulega beint. Ég skulum bara taka þessi dæmi. Ég hef verið í Afganistan og ég sé hvernig utanríkisstefna Bandaríkjanna virkaði í Afganistan. Ég hef verið í Írak, ég sé hvernig hún virkar í Írak. Og var náttúrulega mjög á móti þessari innrás á sínum tíma í Írak. Ég hef verið unnið í Úkraínu og ég hef séð líka hvernig hlutinni virka þar. Þannig að drottinn minn dýri, já, við þurfum öfluga friðarhreyfingar, en þetta eru þau valdhafar sem við höfum núna, þetta er það sem við höfum úr að spila og nú þurfum við að velta því fyrir hvernig getum við, hvernig er hægt að hafa áhrif á þetta eins og þetta er. Kollega þín, kollega, Guðrún Agnarsdóttir, hún hringdi í mig og ég var henni ókunnur þá var ég fréttamaður á sjónvarpinu. Þetta á 9. áratugnum. Og hún var þá læknir í Reykjavík og var að koma síðan inn í pólitíkina í hverna listanum. Og hún var þá að safna hópi saman til að ræða kjarnorkuvana, kjarnorkusprengjur. Og ég var þarna í 10 manna hópi eða 7 manna hópi á heimilinnar og ég frétti þar að þar hafði verið hópur vikun áður og síðan kom annar þar á eftir. Þú segir hvernig eigum að fara að því. Það er þetta sem þarf að kvikna í samfélaginu. Bara hjá fólki, ekki hjá þessum Starmer eða Macron eða þessum... Mér langast samt að nefna það. Mér fannst góða fréttir sem koma í morgun frá London að stjórnvöld í Bretlandi og Frakklandi með Zelenski, Úkraínuforseta, ætla að koma með tillögur að hvernig megi vinna friði og vopnahléi í Úkraínu og leggja það á borð Bandaríkjaforseta. Mér finnst það með svo jákvætt skref að Evrópuríkin ætla að koma sér saman þetta að finna þá leiðir og koma með tillögur sem við getum þá kannski unni með í framhaldinu. Því það eins og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra nefndi, það verður að halda áfram með málið. Við getum ekki stöðvað hvað sem hefur gerst. Við verðum að reyna að vinna og finna leiðir til þess að koma friði. Það sem er alveg ljóst og það sem liggur að baki þessari uppákomi í Hvíta húsinu er það að Zelenski, að hann er ekki tilbúinn til þess að semja frið nema hann fá einhverjar öryggistryggingar og hann treystir ekki Putin og treystir ekki Rússum og hann hefur svo mikið ástæðu til þess heldur að treysta þeim. Nei, Zelenski og Zelenski var semst ekki tilbúinn til þess að skrifa undir hennan og það var bakvið þetta. Þeir hafa, eins og er alveg rétt sem Trump segir, þeir hafa ekki neitt spil á hendinni. Spilin sem þeir hafa eru auðlindir sínar og þeir vilja þó frekar að nota þær til þess að reyna að verja ríkið heldur en að Rússa takja yfir. Trump var ekki tilbúinn að stíga þetta skref og þá er engin samningur á borðinu. Þetta er sem að liggur hann bakvið og það er þetta sem að þarf að finna út úr. Þetta er vandamáli sem við þurfum að einhvern veginn að leysa. Hvernig er hægt að gera samninga þannig að Úkraínumenn séu svona sæmilega öryggir með stöðu sína. Og það er sagt sem sagt að Putin hafi ráðist inn í Úkraínu að því að vegna útþenslu Atlantshafsbandalagsins. Ég meina að Úkraína er ekki Atlantshafsbandalaginu og það hefur raun og aldrei staðið til einmitt út af 5. greinni vegna þess að Bandaríkjamenn hafa ekki áhuga að fara í kjarnorkustríð við Rússa og það vill þannig að þeir hafa staðið fyrir utan. Það hefur nú staðið til samt sem áður. Sko, þetta var einhvern veginn, sko, það var 2008 var þessu svona slegið, en það var leið, þetta var aldrei verið raunveruleiki. En kannski aðeins má ég hoppin hérna í Búkarest, ég var nefnilega í Búkarest 2008 og ég man alveg eftir því þegar þetta kom upp og það var Bush yngri, það voru Bandaríkin sem að ýttu mjög á þetta að það yrði sett inn í álíktun í Búkarest að Úkraína og Georgía yrðu hluti af NATO og þá var það Angela Merkel sem að hún var mjög svona tvístígandi hvað þetta varðaði
og ég man svo eftir þetta var alveg ógleymanleg mynd í höfðin á mér. Hún tók að sér að reyna að skrifa þessa ályktun sem hefði Georgíu og Úkraínu inni án þess að væri ykkur sko, mjög fastar sko, tryggingar aðildina. Og hún sat í miðjunsalnum með pappisblokk á hnjánum og handskrifaði ályktunina og þeir stóðu allir svona í hring í kringum hana. Kallarnir voru að fylgjast með henni þegar hún var að skrifa þetta. Þá var það nú svoleiðis sko að haustið 2003 jafnvel, þegar að NATO er að þinga og þegar fundurinn var síðan í Finnlandi, að þá voru Norðurlöndin, þau voru að ýta á dagsetningu fyrir innkomu Úkraínu í NATO, þannig að þetta er nú ekki rétt hjá þig, Guðmundur. Þetta var sett inn sem mynd en ekki neinar dagsetningar eða fast í hendi. Ég þannig að fara, ég ætla að reyna að fljúga til Bandaríkjunum eftir. Ég veit ekki hvort ég kemst inn eða vegna veðus, ég veit það ekki, en bara tvennt kannski í lokin sem langar að nefna, fyrst varðandi NATO. Við sáum náttúrulega að NATO var að stakka til austurs vegna þrábeiðni ríkjana í Austur-Evrópu að ganga inn í NATO. NATO var mjög tregt í upphafi að fylgja þeim inn. Það sem hins vegar verður stefnubreiting á þessu fundi sem Ingibjörg Sólrún sa 2008 að mínum mati þá var í fyrsta skipti Pútín gefi neitunarvald á eingöngu ríkja í Austur-Evrópu í NATO. Eystrasaltsríkin, Tékkland og Pólland og Ungverjaland fengu öll að fara inn, hann fékk neitunarvald á Úkraínu og Georgíu og hefur haldið í síðan. Úkraína hefur ekki verið á leiðinni í NATO síðan þá og varðandi síðan öryggistryggingunni sem Guðmundur kom inn á í Úkraínu. Trump segist treysta Pútín. Hann segist treysta honum. Ég er ekki svo viss sem hann gerir það. Ég held nefnilega að hann veit ekki öryggistrygginguna vegna þess að hann treyst honum ekki. Hann treyst ekki að Pútín ráðist ekki aftur Úkraínu til náðu til landinu undir sig. Hann innleysa trygginguna. Já, þess er það treysti. Þið verður afsaka, ég þarf að rjúka. Ég læt kollega með Guðmundur Ingibjörgu Sólrún að eiga við Ögmund. Takk fyrir komuna og góða ferðið vestur. Takk fyrir það. Jæja, þessi fundur og svona móður Evrópu satt þarna með kallan í kringu sig. Það var mjög sérstök mynd. Ég tók reyndar, ég er búin að reyna mikið að leita að ég tók mynd af þessu að því mér fannst þetta svo bara sérstakt en ég get ekki fundið hann. Ég hugsa að það hefði verið sko ef að Úkraína hefði staðið til að þeir kæmu inn sko 2003-04 sko þá hefði það verið miklu einfaldara sko en af því þá var svona þetta en menn sáu alveg svona þegar fór að líða á og þegar, ég meina það er svo ekki nema 4 árum, það eru 6 árum síðar sem að Rússar ráðast síðan inn í. Þannig að ég held nú að þú sem sagnfræðingur Guðmundur hefðir skoðað svolítið hvað gerðist hérna þegar Játjaldi féll og þegar að vesturveldin og austurveldin fallast á það og þetta er nú bara algjörlega óumdeilt mál að nú beri að færa herina hvor frá öðrum. Allir helstu leiðtogar Evrópu vestanmegin í Bandaríkjunum líka og Gorbachev og Shevardnadze voru á þessu máli og NATO hins vegar þeir fara strax undir forystu reyndar Bush þá eldri að ýta á að færa vopnin upp að landamærum Rússlands. Þetta er nú bara það sem að gerist og ef að, má ég aðeins lúka þessu, síðan, allar götur síðan að þá hefur þetta verið að færast í aukana og ég hef verið að halda svolítið því fram að menn skoðuðu skýrslur sem að hugveitur Pentagon hafa verið að senda frá sér og ég nefni sérstaklega Rand stofnununa sem var sjálfstæð stofnun samhliða fæðingu NATO 1948 að hún hefur birt reglulega skýrslur ráðleggingar til Pentagon og þar er þetta allt kortlagt sem að síðan gerist hvernig eigi að færa herina upp að Rússlandi, hvernig eigi að veikja Rússland, hvernig eigi að færa flotan norður á bóginn, það er orðað more aggressive patrolling by the US and allies í Norðurhöfum, þetta er að gerast hérna núna og síðan endur óma þær þessu utanríkisráðherra núverandi og fyrrverandi breytta heimsmynd og breyttan heim og það er að bregðast við og færa varnir Íslands norður á bóginn. Þetta er allt byggt á ósannindum meira og minna.
alltaf ósannindum. Rússneski flotinn miklu minni en hann hefur nokkuð tíma verið frá því að Sovétríkin verið til. Og þessar ógnir sem að menn að færa fram í okkar hluta heimsins, að þær byggja ekki á staðrændum. Já, sko, en hvað kemur þetta innrás í Úkraínu við? Ég meina, vegna þess að það er verið að tala um þar er þetta líka, sér þar er í þess, þetta frá 2019, þar er verið að tala um mikilvægi þess að hervæða Úkraínu, að skapa óróa í Kákasusfjöllunum, það er í Azerbaijan, Armenia, að færa sig inn í Moldóvu, þeir eru konið þangað, valdaskipti í... Það eru rússarnir sem eru komnir inn í Moldóvu. Þeir eru búin ég veit allt um það, en hinn hafa verið að halda fundið þarna og sett inn öryggisfulltrúa fyrirgefðu. Þetta er Ögmundur. Og síðan er talað þar um valdaskipti, að skipta um stjórn í Hvíta-Rússlandi í þessari skýrslu. Þetta liggur allt saman fyrir skjalfest og þetta hefur allt síðan verið að gerast. Þú segir Ögmundur þegar við erum að tala um Moldóvu. Rússarnir eru þar. Þetta er allt saman gamla Sovétríkjan og áhrifasvæði þeirra og þeir sem heimsveldi og yfirgangsríkt og valdasjúkt heimsveldi, þeir eru að reyna að treysta sín ítök þar og yfirráð. Já, og þeir vilja líka og þeir vilja líka ná í þessar auðlindar, ekki bara Evrópusambandið eða Donald Trump. Þeir vilja þetta líka. Þetta er slagur um það líka. Og ég er að horfa á það, reyna að horfa raunsætt á það, hvað þarna er að gerast og hvað er þá til ráða? Það reyna að slá vopnin úr höndi þessar aðila. Við vorum að tala um það rétt fyrir þessar umræður. Hvað er að gerast góði hluti núna í Tyrklandi? Frábæri hlutir. Það er að hefjast að nýju samningaviðræðum milli Kúrda og Tyrklands stjórnar. Hvað var það sem að leiðtogi Kúrda sagði Abdullah Öcalan? Hann sagði, nú skulum við hætta að láta vopnin tala. Við skulum láta intelligence ráða og hætta að sjá heiminn bara sem landamæri, heldur fólk og frelsi og vilja fólks. Já, allt er þetta gott og blessað Ögmundur, en eftir stendur það að fólk í löndum eins og Úkraínu, eins og Georgíu finnst að sér sótt frá Rússlandi. Þau voru undir hælnum á Rússum eða Sovétkerfinu og þau vil ekki verða þar aftur. Við megum ekki horfa alveg fram hjá. Rómanska Ameríka vil ekki vera undir hælnum á könnunum. Nei, og við getum ekki alveg hort fram hjá vilja fólksins í þessu löndum. Hvað vil þetta fólk? Ég flutti tillögum það á þingi Evrópuráðsins þegar það var að tala, það var Krímskaginn. Það var Krím. Þegar Rússarnir tóku Krím. Og þá vildi ég bæta inn í tillögu fordæmingu á þessu, það sem vísa verið landamæri, þá vildi ég setja inn í þá tillögu og hlustað verði á vilja fólksins. Það var fellt. Það var kosið á Krímskaga árið 1991 það hvort þau vildu til að Rússlandi eða Úkraínu og það var 60% kjósenda kusu Úkraínu, þannig að Nei, ég held að þetta sé nú ekki rétt hjá þér. Ég skal bara sína þetta. Já, þú skal sína mér það. Ég held að öllum héruðum sem það kosið hverju héruði fyrir sig, öllum héruðum var meirihlutin vildi tilheyra Úkraínu. Og ástæðan Má ég spyrja það mitt? Er það þegar verið að stofna Úkraínu? Já. Já, það er allt önnur kosning. Þegar hins vegar hefur verið kosið það, hvort að kannanir hafa verið gerðar á Krím, hvort menn vildu vera í Úkraínu eftir þetta. Þá eru þar allar á hinn veginn, enda er þetta meiri hluti Rússa sem býr þarna, búið að flytja þá eins og Rússarnir gerðu fyrir á tíð til að rugla þjóðarmynstrin. Eina frjálsakostningi sem hefur verið þetta var það 1991 og þá voru þessi landamæri dregin. Það hefur aldrei verið stofnun Úkraínu. Já, það var líka í Austur-Héruðunum. Já, og það var meiri hluti þar. Þannig að aðra kostningar höfum við ekki, en Ég held að þetta var óumdeilt að Krímverjarnir vildi ekki vera í Úkraínu. Hvað óumdeilt? Já. Hvaðan hefur það? Ég er bara búin að skoða það mjög rækilega. Það sem ég hef komið inn í umræður þau mál, að þá hefur verið talið að meiri hluti Krímverja
hafi ekki viljað heyra til Úkraínu. Ég ætla ekki að fullir það, en það réttlætir ekki innrás. Þeir vildu að Úkraín er stofnað á sínum tíma. Það er allt önnur gott. Er Donald Trump ógn við heimsfriði? Ég held að það sem er að léttara hjal létt spjallum heimsenda. Ég held að það sem er að gerast núna er það að Trump er að leggja til að við breytum kerfi. Það hefur verið þetta kerfi sem að hefur verið Bandaríkjamenn hafa sem sagt hafa tryggt NATO og hervaldi þar. Og það hefur verið núna, frá 1991 að þá var NATO og Bandaríkin svona eiginlega einráðin, svo smám saman hafa Rússar, þetta voru alltaf mjög sterkt herveldi, og efnahagslega voru þeir í mjög slæmum málum og eru það svona kannski einhver leiti ennþá, en Kína er svona þetta vaxandi veldi og það er svona þessi nýja heimsmynd sem að Trump virðist aðhyllast er svo að þetta verði svona þriggja ríkja kerfi og sem hvert þessara ríkja hafi svona sín áhrifasvæði og þeir skipti sér síðan ekki af því hvað hinn eru að gera á þessum áhrifasvæði sínum. Ég held að þetta sé nú ennþá mjög ómóta kerfi og það er ekki búið að byggja það upp en þannig sjáum við til dæmis áhugan á Grænlandi og Panama skurðinum að fylgi þessu. Þetta er áhrifasvæði Bandaríkjanna, þarna vilja þeir fá að ráða þeir sem þeir vilja en Evrópa ætla þeir sér ekkert að sérstaklega skipta sér neitt af. Evrópa getur bara, ég er ekkert að segja að hann vilja endilega Rússar þar og takja allir Evrópu, heldur bara Evrópu að geta séð þetta sjálfur. Og ég held að það sé svo sem ekkert skrítið og ég held að það sé í sjálfur sér auðvitað ættu Evrópubúar að verja sig sjálfur og ekki treysta á Bandaríkina því að ég er algjörlega saman sem við mútum að segja að utanríkisstefna Bandaríkjamanna er nú ekki alltaf svona eitthvað sem við viljum endilega skrifa. Björg, þú þarf bara að fara. Já, ég verði að fara stökk út. Já. Nei, ég held að þetta sé alveg rétt sem að Guðmundur er að segja. Það er að verða til svona 3 póla heimsmynd og hún er kannski ekki verri heldur en svo heimsmynd sem við höfðum sem var svona unipólar, það sem að Bandaríkin réður lögum og lofum, það er ekkert verra að kannski hafa fleiri á sviðinu en það sem eru þetta kannski svona getur verið ókveikjandi, það er einmitt að menn skipti þá heiminum á milli sín í áhrifasvæði og þar sem að fólk er ekkert spurt að því hvort það vilji vera undir þessari stjórn eða ekki, hvort sem að var það Bandaríkin eða Rússland eða Kína. Ég meina Tævan verður ekkert spurt, fólk í Tævan verður ekkert spurt hvort það vilji verða undir Kína eða ekki og kannski verður, hvað verður Grænland, ég meina það er nú ýmislegt sem bendi þess að menn allir sér eignarhald á því. Við verðum ekki spurð, Ingibjörg, því að við erum undir áhrifasvæði Bandaríkjanna. Við erum undir áhrifasvæði Bandaríkjanna. Ég er ekkert sem að Bandaríkjamenn hafi neitt sérstaklega mikið áhuga á okkur ef að þessi heimsmynd verður uppi því að mikilvægi Íslands fyrir Bandaríkin miðaðist við Sovétríkin, að þá var Sovétríkin aðalóvinur. En það sem aðeins bara því að því þarf að stökka, þeim taka þetta með ólíkarkana. Það eru allstaðar áttinn ólíkarkar sem að stjórna í efnahagskerfi heimsins. Það er ekki bara í Úkraínu, það er ofta með sæll og góður. Þetta er út allt það sem ólíkarkar. Elon Musk á himingólfin. Það er kannski stóra ógnin. Það er málið. Ógnin eru ólíkarkarnir, ógnin er misskiptingin sem er að verða í heiminum og ógnin er að okkur forystumenn sem geta einhvern veginn fundið leiðir til að takast á við þennan. Okkur vantar stjórnmálakerfi sem að býr til forystumenn. Ég held að það sé bara þannig. Okkur vantar stjórnmálakerfi sem að býr til forystumenn. Þegar ég sé það ekki að stjórnmáli innanríki stjórnmáli í Evrópuríkjunum sé að búa til eitthvað forystufólk. Það verður ljóta óskikjan að búast til því. Ég var nú bara kallið til Guðrún Agnarsdóttur en ógnin sem stafar af Donald Trump held ég þarf að fara. Þetta er mjög spennandi. Ég er að fara að segja svolítið spennandi. Já, það er það. Ógnin sem stafar fyrst og fremst af Donald Trump held ég er að hann heldur reyndar áfram á braut sem áður var mörkuð en hann verður miklu hættulegur að þessu leyti. Hann er að eyðileggja alþjóðakerfið. Hann ætlar að hafa heiminn það sem á ensku er kallað rule-based reglur ráði og reglurnar setja hann, Bandaríkin.
Það er það sem hann er að gera. Hann er að eyðileggja alþjóða glæpadómstólinn, hann er að eyðileggja stofnanir Sameinuðu þjóðanna og svo framvegis. Og svo er hitt sem að Ingibjörg Sólrún bendir alveg réttilega á, það eru óligarkarnir. Þetta eru öflin, þetta er kapitalið, þetta er hervaldið og auðvaldið sem er að ná undirtökum í heiminum og þess vegna er krafan, finnst mér, á hendur okkur öllum að rísa upp gegn þessum öflum, hvort sem er í Evrópu, Bandaríkjunum eða annar staðar. Má ég aðeins taka bara undir þetta með það sem er hættulegt við Trump er að hann er að brjóta niður alþjóðakerfi. Það er ekkert beysið alþjóðakerfi, það er ekki sterkar stóðir undir því, en það er þó þarna og hann er að brjóta þessar stóðir undan því og hann er að kasta þessu öllu upp í loft og það er alveg gríðarlega hættulegt. Við sjáum bara ríki þar sem að svona öllum stofnarna strúktúr þegar hann er brotið niður, þá enda það að vera failed state eins og hann segir. Þannig að þetta er auðvitað það sem er ógnin sem við horfum á. Og í slíku ástandi og með þessi orð þá fer ég. Í slíku ástandi þá ræður svo sterki og veður uppi og við erum að sögumilegt að sigla inn í þá stöðu í alþjóða stjórnmálum að þetta er bara, ég veit ekki hvort þið hafið séð þannig Mad Max myndirnar, þetta er bara þannig. Það er ekkert kerfi í samfélaginu, heldur er það bara sá sem að er frekastur og vestu vopnin sem að getur náð þeim gæðum sem að þú átt eða eitthvað slíkt og því miður eru samfélagin okkar hafa breyst í þessa veru, þess vegna sittum við uppi með svo ólíkarka og heimskerfið okkar er að breytast í þetta líka. Já, og síðan eru orðið upp á það núna að í þessari Rand Report sem að ég var að vísa til, ég er búin að fara mjög rækilega í gegnum hana, að þar kemur í ljós að það sem að þeir áttu að gera, stjórnvöld áttu að gera þetta hvetið til þess að nú færu allir Evrópumenn í umhverfisvæna orkuframleiðslu. Hirfu frá olíu og gasi. Sjálfir ætluðu þeir að framleiða meira af olíu og gasi, Amerikanarnir. En þeir ættu að stöðva öll viðskipti við Rússland, sérstaklega olíu og gasi. Og það er gert. Það var gert. Að hluta til með að sprengja upp leiðslur í Eystrasaltinu. En þeir gera það, fá alla með sér í þetta. Hvað gerist þá? Rússarnir eru fannir að selja olíu austur til Kína og þeir eru að opna þar á viðskipti. Og þá hugsar náttúrulega Bandaríkjaforseti, Donald Trump, hann fer að hafa áhyggjur af þessari þróun. Kannski var rétt að vingast öll við Rússa og reyna að spilla fyrir þessum vinahótum austur á bóginn og slá helst 2 flugur í einu höggi og stela svolítið auðlindum í Úkraínu. Það er það sem þetta var planið hjá Donald Trump. Já, það er alveg ljóst að ein af ástöðunum fyrir því að hann er að viðræði svolítið upp við Pútín það að því Bandaríkjamenn sjá þetta alveg gríðarlega viðskiptatækifæri við að opna Rússland. Já, ég meina það held ég að sé alltaf draumurinn. Þeir voru komnir vel á veg undir Jeltsin að ná auðlindum og auðæfum Rússlands og síðan stoppar Pútín þetta. Það er nú það sem gerist og hvað vilja þeir gera þá? Þeir vilja veikja Rússland, extending Russia, tvegjan og toga og þessar skýrslur sem eru gerða fyrir Pentagon, þær ganga allar út á þetta. Hvernig förum við að því að grafa efnahagslega undan Rússlandi? Þannig að við veikjum hana þannig að stjórnin helst falli. Og þegar síðan er talað svona opið eins og þetta að skipta stjórn í Hvíta-Rússlandi, bara tala þetta alveg opið, efna til ófríðar í Kákasusfjöllunum, þeir segja það, fara inn í Moldóvu, hervæða Úkraínu, flytja vopninu upp að landamæri Rússlands, færa flotan norður á bóginn og við dönsum með þessu öllu. Norðurlandaþjóðurnar eru búin að setja upp 20 herstöðvar, bandarískar herstöðvar, Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi. Það er gilda bandarísk... Og Íslandi eða ég? Og Íslandi náttúrulega. Íslendingar hafa haft öflugustu og hávaristu klappstýrurnar alltaf. Ég meina Þórdís Reykfjörð, hún var komin á barrikotturnar í Georgíu á útifundi þar þegar við var að reyna að steypa stjórninni þar. Ég er ekki að taka upp hanskan fyrir þessa stjórn sem þar seti. Ég bara er að horfa á áform þessar stórveldis, auðvaldsins og hervaldsins þarna megin. Hervald er líka hinum megin og auðvald líka náttúrulega, ólíkarkar út allt. Og ég er bara einfallega að segja, förum nú að sjá í gegnum þessa lega vefi alla.
líka okkar megin og sláum á þessa hysterísku umræðu sem nú í gangi Úkraínu til dæmis og þegar þú ferð að skoða síðan veruleikan, hvað verður að gera við þetta land? Ertu að raunlega segja að Pútín sé meiri ógn við heimsfriðin heldur en Trump? Nei, ég alls ekki að segja það. Ég að segja að helsta ógn við heimsfriðin. Ég ekki að tala Eystrasaltsríkin, ég ekki að tala þessi ríki sem ég hef fulla samúð með sem hafa verið undir hælnu hjá Rússlandi. Það fólk hefur fullan rétt á að hafa sínar miklu og ríku skoðanir. En ég að segja að heimurinn allur þarf að hugsa svolítið yfirvegað. Þegar til dæmis hortir til réttinda Úkraínu, mega þeir ekki ráða því hvort þeir í NATO, mega þeir ekki ráða því hvaða sprengjur þeir setja upp. Ég segi nei. Ekkert frekar en að Íslendingar ætti að ráða því hvort hér eru þau sett upp kjarnorkuvopn, hvort að Rússar átti að ráða því að setja upp kjarnorkuvopn á Kúbu 1961 eða í Ítalíu eða í Tyrklandi eins og þá var. Þá enginn að ráða þessu. Þetta á alltaf að vera viðfangsefni heimsbyggðarinnar allrar að stuðla því að heimurinn verði friðvænlegri. En við erum komin út í það núna, við erum komin út í hysteríska umræðu í Evrópu, þar sem menn eru grátandi upp á sviði þegar þið sjá óttast svo friðinn í Úkraínu. Ég að vonast til að komi friður og menn hætti þessu blóðbaði. Það það sem að verið að reyna að gera, en ég myndi ekki, ef ég skil mjög vel að Zelenski treysti ekki því að Bandaríkjamenn, að Donald Trump og Putin setti saman niður og semji þeirra frið. Ég meina þeir vilja sitja við það borð líka og þeir ekki að sitja við það borð og ég held að það sé engin hystería. Ég meina þeir eru að búa í alveg skelfilegt ástand, þeir eru búnir að sætta sig við það, sætta sig ekki við það en það eru eitthvað sem að þeir ráðu ekki við að það sé búið að taka. En þetta ekki afleiðing af... Hystería var ég bara að tala þessa NATO-fundi og þessa Guðmundur, þetta ekki afleiðing af því að við erum komin í nýja heimsmynd, það sem eru 3 stórveldi sem að skipta heiminn á milli sín. Og þannig er það bara hinn sári raunveruleiki í Úkraínu að þeir hafa ekkert með þetta að gera. Hinn valkosturinn það að Bandaríkin dragi stuðningi sinni tilbaka og þá munur Rússa bara valta yfir Úkraínu. En ég held að í sjálfu sér þá bara staðan held ég eins og þeir horfa á það og ég veit ekki hvað það er rétt metið eða ekki þeir horfa á þetta þannig að það sé þá bara betra að Rússa velti yfir það núna heldur en að vera að búa til einhvern gervifrið sem að vera svo rofinn eftir 1, 2, 3 ár. Þannig að stríð heldur áfram í Úkraínu að þá er náttúrulega mikla líkur á því að það breiðist út og hverjir segir Úkraínumenn sjálfur? Úkraínumenn sjálfur að þeir telji að það sé ekki þess virði að vera að semja frið sem að getur ekki haldið, sem að verður bara rofinn eftir 1, 2, 3, 4 ár og þeir segja það að það sem Putin er að raunverulega að stóla núna, það sé, og eins og ég veit ekki hvort þetta er rétt eða ekki rétt, ég get ekki lesið þangagang Pútins, en það sem að hann sé að sækjast eftir og rússnesk stjórnvöld er það að þá núna, þeir eigi erfiðleikum, það efnahagsástand ekki gott í Rússlandi. En Úkraína á náttúrulega í margfald miklu meiri vandamál, en bara vandamáli sem þeir horfa fram á að þeir greinilega trúa því ekki að ef það er samin einhvers konar friður sem ekki er og einhvers konar tryggingar, einhvers sem að stórveldi tryggir, að það muni bara Rússar hirða þá upp, sópa þeim upp eftir svona þegar þeir eru búin að ná andanum aftur. Þannig betra að deyja strax heldur að selja. Já, það svona virðist vera þeirra eða þá að þeir eru að reyna og kannski verður það niðurstaða. Má ég spyrja þig að því að þú ert Ameríkumentaður og þú ert með innsýnin í bandarísk stjórnmál. Af því að Ögmundur var að sömuleyti að benda á þessa breytingu frá einpóla heimi yfir í margapóla og það væri mat bara út frá öryggissjónarmiðum eins og Bandaríkin skilgreina það að nú það væri meiri skaði af því að Rússland væri í fangið á Kína heldur en að semja við Putin. Og þess vegna er þessi ákvörðun tekin að við verðum að stoppa þetta, að Rússland bara fari og verði hluti af kínverska heimsveldinu á móti okkur.
Því að það er oft svo verið að tala Trump, eins og það sé eitthvað sko sálrænt vandi Trump. Mér hefur virst þetta vera bara stefnubreiting eða þú veist, hún hefur bara verið lengi á leiðinni. Það hefur margir verið að benda á að það sé algjör mistök hjá Bandaríkjastjórn að vera í stríði við Rússland þegar að Kína er að vaxa upp sem þeirra, þú veist, höfuð andstæðingu til lengri tíma. Er þetta ekki bara stefnubreiting sem er að eiga sér bara stað í öllu bara bandaríska kerfinu, hjá bandaríska hernum og hjá Pentagon og eitthvað fleira og kemur kannski Pútín sáralítið við og þeir verður svo upptekin að því hvað Pútín sagði og hvort það var kurteis á fundið eitthvað. Þetta er bara breyting sem að Bandaríkin eru að gera á sinni utanríkisstefnu að þeir geta ekki annað en friðgast við Rússa vegna þess að hættan er svo að Rússar efli enn frekar uppgang Kína. Það gæti bara mjög vel verið, sko. Ég held að þetta hafi nú ekki verið sem sagt, þetta er ekki eitthvað svona stefna sem hefur verið svona mjög áberandi og það er ekki þess vegna sem Trump vinnur. Trump vinnur ekki út af þessu, hann vinnur út af allt öðrum hlutum. Já, það er... En hann tekur upp þessa stefnu? Já, hann er auðvitað búin að vera þessa stefnu, sko, var með þessa stefnu áður en Úkraínustríðin byrjaði, sko, þannig að það er ekki Úkraínustríðið sem setur þetta stað og ekki það að Rússland og Kína hafi verið að nálgast því að þetta er miklu eldra en það og Rússland og Kína voru ekkert sérstaklega nálgast. Ég held að það sé miklu frekar það að hann sér fyrir sér þennan heim að þennan þrípóla heims eins og vorum að tala og honum bara á Bandaríkjunum kom í raunverulega Evrópa bara ekki neitt við, það er bara Evrópa sjálf getur bara séð sig og nú ef Rússar ráðast yfir og taka einhvern og þá er bara svo að vera en það sé ekki mál Bandaríkjanna ef Evrópuríkjunum er svona mikið í mun að verja sérstaklega þá Eistland og Lettland sem eru mjög stór minnihluti Rússa og rússnesku mælandi fólks að þá bara eiga að vera Evrópubúar að gera það sé ekki Bandaríkin að gera og svo er þetta líka kannski eitt sem við megum ekki gleyma sem þetta gerir þetta allt svo snúið og erfitt af því að sko kalda stríð og það kalda stríði var alltaf bara kalt, það var ekki stríð á milli, það voru stríð hér og þar en ekki á milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna og ástæðan er svo að bæði ríkin gerðu svo fulla grein fyrir því að stríð myndi því að útrýmingu, það verður bara eyðilegging, það gæti ekki unnið það stríð. En það er auðvitað þannig ennþá og það er auðvitað þess vegna sem að Bandaríkjamenn studdu ekki, voru alltaf mjög hikandi í stuðningu sínu við Úkraínu. Þeir voru alltaf að passa sig á að stíga ekki of langt til þess að það myndi örugglega ekki leiða til þess að þeir eru kjarnorkustríð. Þá erum við núna staddir í stöðu sem er mjög hættuleg. Ef að Bandaríkin dræði sig tilbaka sem að héldu aftur að Evrópuríkjunum með árásargirni þeirra. Þannig að nú erum við kannski nær heimsstyrjöld. Beitingu kjarnorkuvopna, heldur við nokkuð tíma verið áður? Alveg örugglega, sko, að því fleiri sem eru með kjarnorkuvopn og því fleiri sem ráða yfir þessum kjarnorkuvopnum og því dreifðari sem valdið yfir þeim því meiri líkur eru á að eitthvað gerist sem að því að hættan hefur alltaf verið svo að það sé eitthvað, sko, ég held að enginn hafi, og alls ekki Pútín, hann hefur síld ekki inn í þetta stríð með það í huga að fara í kjarnorkustríð. Þetta er einhvern veginn sem að, ef að kjarnorkuveld er einhvern veginn sett út í horn, reykja út í horn og það beitir þessu eða þá að vera fyrir einhver mistök fyrir þetta er alveg stórkostleg ógn og bæði Rússland og Bandaríkin þau eru auðvitað lang sterkustu kjarnorkuríkin og Kína er núna allar á næstu 10 árum að reyna að ná þeim og ég menna lágu þeim hver sem vill, ég menna það er auðvitað og þeir segja bara, já, akkur eigum við ekki að vera meins mikið á þið af því að við þurfum líka að vera í þessum stórkallaleg. Og nú ef það gerist núna, að Evrópa fer að taka sín mál meira í sínar hendur, fara þeir þá að kjarnorkuvæðast? Ég held að það sé ekki gott skref. Nei, en ég held nú reyndar að það sé minni hætt á kjarnorkustríði núna en var fyrir nokkrum vikum en mánuðum síðan. Ég held að vegna þess að hættan úr kjarnorkustyrjöld, hún er svo að Rússar telja sig komna það langt út í horn að þeir myndur hreinlega beita því. Það var hættan. Núna sjá þeir sundrunguna á vesturvægnum og þá er svo hætta eins minni fyrir vikið. Það sem að mér brá þegar ég sá Macron vera að ræða í gær eða fyrir að vera að tala kjarnorkusamstarf Vestur-Evrópu, NATO-ríkjana í Evrópu og minnist þess þá þegar að
forsætisráðherra Bretlands, hvað hétt hún sem kom á eftir Boris Johnson tímabundið. Já, hún var að tala takmarkaða kjarnorkusprengju, ég muni eftir því. Nema hvað, að varðandi þetta sem að þú nefnir, Gunnar Smári, réttilega Kína og þessi breyttu viðhorf. Ein röddin sem hefur verið mjög gagnrýnin á framgöngu Bandaríkjanna í Úkraínu og NATO, Mersmayer, professorinn í Chicago, hann er svolítið svona globalisti líka, sko, og þó hann var að gagnrýna þetta, þá var það á öðrum forsendum en til dæmis Jeffrey Sachs hefur verið að gagnrýna. Mersmayer sagði, heyrðu, þetta er alrangt sem við erum að gera. Í stað þess að efla, sem sagt, andstöðunum við Kína og Íran, þá eigum við að vingast við Rússland. Þetta var á allt öðrum forsendum en aðrir voru að tala. Hann er eiginlega heimsveldi sinni, hann vil verja heimsveldi Bandaríkjanna. Mér fannst alltaf sá tónn allavega að vera þar, sko. Já, hann sem sagt, Mersmayer er mjög, sem sagt, á því að það eigi ekkert að svona tefja fyrir því að verjast Kína. Rússland er bara, þeir eru bara svona degjandi stórveldi, sko. Þeir eiga fullt af vopnum en ekki efnarslegt afl, en Kína er þetta rísandi og hérna það þurfi einhvern veginn að hemja þá. En eins og ég segi, sko... Það er eitt sem við langar til aðeins að svona setja spurningamerki við í þinni sögu túlkun. Og það er þetta sem að ég veit er alveg forbóðið að segja, sko, þetta með hvar liggur sök. Það er forbóðið að segja að sökin liggi að einhverju liti vestanvegin. Sko, innrás Pútins í Úkraínu er að mínu mati óafsakanleg. Hún er það. Ég vil bara segja það. Það er ekki þar með sagt að hún sé ekki skiljanleg. Það er bara allt annar hlutur sem að sakfræðingar síðan fást við. Og þar held ég að NATO verði að horfa í eigin barm. Þegar að hún færir vopnin, hún semst að fjölgar í Atlantshafsbandalaginu, hver svo sem biður það, ég held að þrýstingurinn hafi komið frá NATO, útþenslu NATO, og er að færa vopnin, þeir segja upp INF-samningnum líka, bann við meðaldræguflaugunum, og það er í þessari skýrslurand líka ábendingum að gera það. Þeir færa vopnin upp á Rússlandi og þá skulum við hugsa aðeins að því að við viljum skilja þau ríki sem hafa verið og þjóðir sem hafa verið undir hælnum á Rússlandi, Eystrasaltslöndin, Pólland og þessi ríki þarna í kring, við viljum skilja þau. Skiljum líka Rússland. Skiljum Rússland að því leyti að í seinni heimsstyrjöldinni, það er nokkið mjög langt síðan, við fættumst bara rétt rúmlega heimsstyrjöld 2, að þá er hvað? Þá er þriðjungur, fjórðungur rússnesku þjóðarinnar drepinn í hungri og sjúkdómum og hernum og svo framvegis. Þar er þessi ógn úr vestri, hún er mjög raunveruleg í hugum fólks og ef við ættum að skilja stöðuna sem að þeir sáu fyrir, þessir kallar sem að stýrðu heiminum eða voru í héldum taumana 1990 og við erum að tala Kohl og við erum að tala þessa helstu menn sem þá voru á valdastólum. Þeir sögðu, heyrðu, nú er mál að linni, nú skulum við færa herina í sundur. Þetta stóð NATO hins vegar ekki við. Það er bara staðreyn. En ef þetta var markmiðum innrásinni, þess að verja sem að reyna í dánat og eitthvað, þá er það nú, finnst mér nú hafa ekki hefnað sérstaklega vel að því það er nú 2 ný ríki gengu í NATO einmitt út af þessari aðgerð og Úkraína var ekki í NATO. NATO er að koma niður, kannski út af þessu. Kannski verður sakfræðingarnir munu komast að því að austurvegur NATO leiddi til upplausnar NATO. Nei, ég held, sko, það er alveg hugsanlegt sem sagt að ég held að það sé eitt af vandamálum NATO kemur í ljós með Úkraínustríðinu að það er þetta vandamál. Hvað gerist ef við þurfum að virkja þessa fjandans 5. grein? Það er alltaf gengið út frá því að hún sé virk, en það þurfi ekki að virkja hana. Það sé nóg, ógnina kjarnorkuvopnum er nóg. En ef að Rússar ráðast nú inn í eitthvað NATO-ríkjunum, hvað gerist þá? Og ef að sem sagt Biden hefði verið forseti,
að þá hefðu væntanlega 5. grein verið virkjuð, en Trump er búinn að gefa það sterklega í skyn, hann ætla ekki að gera það og hann reyndar svona sitt á hvað svolítið og ástæðan þetta svo ég bara vonandi, en bara er alltaf gengið út frá því, þetta væri bara nóg að þeir myndu ekki ráðast inn í NATO-ríki vegna þess að þá verði 5. grein virkjuð og það þýðir eyðingu heimsins og ég held að sem sagt þegar að Rússar ráðast inn í það svona fyrsta stóra innrásin sem að gerist eftir að seinni heimsstyrjöldinni lýkur, það búið að vera að stríða Balkanskaganum og annað slíkt, en fyrsta svona innrás Rússa svona bara stór innrás sem ekkert verið að fela landvinningastríð, að þá allt í einu standa NATO-ríki frammi fyrir því að þetta getur alveg gerst og hvað gerum við þá? Og það alveg ljóst að Trump ekki tilbúinn að gera neitt. En sko þegar minnst það alltaf umhugsanavert sem kom fram hjá Robertson, þáverandi aðalritara NATO valdamótin. Jens Garðar næsti varaformaður Sjálfstæðisflokksins, þannig að þetta verður alveg... Eins og við spáðum hér undan, svo við heldur í til haga. B35, það borgartólinn 35 sem hefur tekið völdin í gamla valdaflokknum. Nú ég kemst svo úr jafnvægi við þetta, ég man ekkert hvað ég var að segja. Þetta náttúrulega... Má ég færa ykkur til Íslands, og það ég ætlaði nú aðeins að skjóta inn að í upphafi stuttur innrásina, að þá var okkur sagt að NATO hefði aldrei staðið betur. Aldrei sterkara. En núna erum við 3 árum setna og NATO er ekki nærði að kóðna niður. Aldrei verið það aður. Og sömuleyti, þú býstu að þú hefur verið hernaðaraðstæðingur og viljað Ísland og NATO heyri burt. En nú er eiginlega NATO að fara og heyrin líklega bara burt úr Evrópu, sko. Það er möguleika því og ég er að velta fyrir mér staða Íslands svona út frá öryggishagsmunum. Ég var í því hér að Bandaríkin skilgreindu Ísland sem hluta af sínu áhrifasvæði og við væru þá ekki raunverulega sjálfstæð þjóð eins og er í svona stórvelda heimsmynd þar sem að stórveldi skipta á milli sínu áhrifasvæði, þá erum við bara undir áhrifasvæði Bandaríkjanna og við getum þóst vera sjálfstæð þjóð en við erum það raunverulega ekki því að Bandaríkin munu slökkva hér á öllum þeim stjórnmálabreitingum sem þeim líkar ekki eins og það hefur gert í Suður-Ameríku alla tíð. Er þetta staðan sem við erum? Nei, sko eins og ég segi, ég er ekki, sko áhugi Bandaríkjanna á Íslandi snýrist, Bandaríkjan mun ekki endilega verja Íslandi, svo það sé bara... Það eru aldrei að sérstaklega náða því. Nei, en akkurat hafa það, sko. En það gerist bara svona bæði forbífartin. Þeir höfðu áhuga á Íslandi, eins og ég sagði áðan, vegna þess að þetta Ísland er alveg gríðarlega mikilvægt til þess að monitora alla siglingar Norður-Atlantshafi. Ef að svo stefnubreiting gengur í gegn að allt í einu að Rússar og Bandaríkjamenn verða kannski ekki vinir en svona virða hvern annan og það er nokkuð ljóst að Rússar ráðast ekki inn í Bandaríkin eins og Zelenský sagði, það er þetta haf á milli. Þannig að þá er alveg líklegt að Bandaríkjamenn sérstaklega þeir eru með herstöðina þá á Grænlandi og hún dugi þeim bara. Já, það er júni en hún er vaxandi. Já, whatever, að það sé, sem sagt, nú veit ég ekki, sko, en vera þeirra á Íslandi hefur auðvitað snúist NATO vegna þessara, ef að Bandaríkjamenn segja, ok, við ætlum ekki að skipta okkur Evrópu, að þá er ekki neins mikið gagn af Íslandi eins og var áður, af því að þá með Rússar bara sigla eins og þau sýnist. En eins og segi, þetta væri svo stór breyting að einn maður eins og Trump, hann breytir og Ögmundur er búin að benda á alls konar skýrslur frá Rand og svo framvegis að það eru auðvitað alls konar lið þarna sko, sem er kannski endilega sammála þessu öllu saman. En það gerist akkurat svona. En er þetta ekki mikilvægt að spurningin okkar, erum við á áhrifasvæði Bandaríkjanna eða ekki? Já, sko, það er það tóntmál að tala öryggismál Íslands ef að menn vita það ekki. Nei, við vitum það ekki núna, því að það veit enginn hvert Bandaríkin er að stefna. Það er bara það og það er það sem menn er að ræða núna, menn vita ekki nákvæmlega ef að sem Bandaríkin draga sig algjörlega út úr sem sagt dragast ekki út úr NATO, það er ekki það heldur að þeir eru að draga úr því að það sé eitthvað hlutverk Bandaríkjanna að styðja við hernaðarvarnir Evrópu, að þá er Ísland á mjög svona gráu svæði. Ég gerum ekki grein fyrir því að hvorum meginn hryggjar það myndi lenda. Ég myndi svona frekar búast í því að Ísland myndi þá bara fjúka með og er að sjá um sig sjálft,
En og kannski það ekkit verra heldur en hvað annað en það bara ekki við. En það mikilvæg spurning vegna þess að krafan eiginlega að Evrópuríkin fari að eyða stórkostluðum fjármunum í herna. Við sjáum fréttir frá Bretlandi þar sem eru búin að skrúfa fyrir eiginlega þróunaraðstoð og verkamannaflokkurinn að horfa á það að allt það sem lögðum fram plönin einhverja uppbyggingu innviða og grunnkerfa samfélagsins í kosningunum. Við getum bara gleymt þessu. Núna mun allt sem aflögu fært mun fara upp í hernaðaruppbyggingu. Sko, það alveg rétt sem þú segir, Guðmundur, ég búin að vera að benda á alls konar skýrslur. Ég búin að vera að benda á skýrslur sem að gengið hafa eftir. Ég að segja að mjög impressed. Ég að reyna að segja það, sko, að Vladimir Putin, þegar hann kemst til valda, þá á hann, og þetta þegar varaformaður Sjálfstæðisflokksins kom inn, þetta það sem ég ætlaði bara að segja, þessi breaking news, sko, að Robertson, þáverandi framkvæmdastjóri í NATO, hann sagði að Putin hefði átt viðræðu við sig að Rússland gengi NATO. Og ég man frá þeim tíma, eða hvenær það var sem að það var upplýst, að Putin sagði við Bush, við erum að berjast á sama bátnum, við erum samherjar, við erum að berjast við íslamska hópa, ég í Tjetjeníu, þú ert í Afganistan, þú ert í Líbíu og svo framvegis, við erum í sama liði. Og Jeffrey Sachs sem hefur verið svona einn kunnasti gaggrínandi Bandaríkjamanna núna í seinni tíð, hann var ráðgjafi, hann var engin vinstri sósíalisti, hann var ráðgjafi markaðsvæðingu í Pólandi og síðan í Rússlandi. Þegar að ólígarkarnir fara síðan að taka allt yfir, að þá lætur hann þau boð ganga til Washington og þar á meðal Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, við þurfum að hjálpa Rússlandi. Við þurfum að hjálpa Rússlandi til að fá þá yfir í okkar kamp. Nei, þeir eru okkar andstæðingar. Og þá það að gerast að það byrjað að loka á þetta ameríska auðvald í Rússlandi. Og mér finnst að þegar við erum að skoða heiminn og skoða yfirráðasvæði og svo framvegis, til hvers vilja með þessi yfirráð? Hvað snýst það eiginlega? Það snýst ekki bara að ráða ferkílómetrum, heldur auðlindum, komast í olíuna í Mið-Austurlöndum. Þetta snýst allt auðlindir í Rómhönsku Ameríku, ráði við Panamaskurðinum, ökonomísk lífæð og svo framvegis. Og hann segir þetta núdistinn sem ég kalla striplingurinn Trump, því að hann gengur alls nægin, segir allt. Ég vil ráða Grænlandi vegna þess að það eru svo miklu málmar og miklar auðlindir. Þeir eru bara farnir að tala opinskátt hlutina. Og þegar við horfum núna upp á heim sem að rífast og bítast þetta óhugnaðurinn. Og þegar eins og bent var á hér áðan, Ingibjörg Sólrún benti á ólígarkana, við höfum bara einn, Elon Musk, hann á helmingin af hnöttunum hérna yfir okkur. Og það var eitt af því sem hann sagði við Úkraínumenn, eða leta einhvers staði fjúka, við bara slökkum á gerfinöttunum sem að stjórna öllu hjá ykkur. Þetta heimurinn sem mannkyni stendur frammi fyrir núna og ég að kalla alltaf eftir því að í stað þess að láta þetta blekkjast af þessu yfirráða rugli í öllum þessum aðilum, öllum, Evrópusambandinu, Bandaríkjónum, Rússlandi, Kína, öllum, almenningu verður að fara að rísa upp og það alveg hægt. Þess vegna vitnaði ég í ég hef stundum sagt, þeir voru bara 12 fyrir 2000 árum, en svo breytist þetta nú svolítið út. Og það þetta sem þarf að gerast. Það var einn sem þarf að vera svikari og oftur þessu umræðu öllum það að reyna að finna hverjir í útasinn. Jú. En nú erum við búin að tala mikið og tíminn svona, við erum búin að vera of lengi. Við heldum að við erum rétt að byrja við Guðmundur. Þið komið aftur, þetta svo mikið að gerast í verðinni. En Guðmundur og Ögmundur, þakka ykkur kæra fyrir komuna. Takk. Gunnar Smári, við sitjum aðeins eftir. En við komum aftur að vera með spori.
Já, heyrðu, þau eru farnir gestir okkar. Þetta var svolítið góður umræður. Jú. Frábæri gestir sem... Í báðum hálfleikum, bara mjög gaman. Frábæri gestir sem fengum hérna. Það er þessi umræða heimsmálið náttúrulega, hún er svo bara merkileg fyrst mér, af því að það er, við erum á svo skrýtnum stað og þetta er alls ekki einfalt, sko. Nei. Og kannski við erum meira sér þannig stað að sko viðbrögð, skjót viðbrögð við einhverju getur sko valdið hérna miklum skaða og mér finnst hérna fljótfærni og svo er það líka, maður tekið eftir því svona víða að þá er mikill hiti í þessar umræðu og sumstað finnst manni verið að varfið svona eins og stundu gerist að fólk sé að reyna að tala sig inn á einhverja tiltekna línu kannski áður en að við séum illa komnir með almennilega skýra greiningu á því hvað staðan er og svona. Þannig að mér finnst þetta mjög mikilvægt að reyna að halda hér við þetta borð, bæði í þessu þætti og við rauðaborðið, svona umræðu þessi mál frá öllum hliðum og reyna að halda henni þannig að sé hægt að ræði þetta á þess að vera þó að sé hiti inni. Það er hiti í þessari umræðu. Þetta er eldfim umræðu. Mjög. Þannig að mér finnst það að vera mikilvægt. Já, þetta var þessi umræða var bara góð og þarna voru náttúrulega með líka þungavíkta fólk. Gaman að Ingibjörg Sólrún og Ögmundur, það er svona tókist aðeins á. Eins og er gamlir samherjar og anstæðingar. Svo Baldur Þóraldsson hérna, professor í stjórnmálafræði, hann var að fara til Bandaríkjanna, en hann var svo glaður hérna í settinu okkur. Og Guðmundur Halldónsson náttúrulega alltaf fínt. Hann er búin að koma hingað oft, Guðmundur, að ræða bandarísk stjórnmál og Trump sem er svona ráðgáta og það er svona ráðgáta. Stundu segja menn að það er ekki hægt að skilja alveg hvað hann er að segja og það er ekki samhengi á milli þess sem hann er að segja og það sem hann gerir en að einhver leyti er hann líka eins og kom fram hérna að bakvið hann eru náttúrulega ríkustu menn Bandaríkjanna, þeir sem valdamestu menn í heimi og að sumu leyti er hann að reka stefnu í takt við vilja þeirra og væntingar. Þannig að ég er ofta að vara við því að fólk sé að reyna að halda þetta sé sko einhvers sálfræði trillir að þetta liggi einhvern veginn í því sko hvernig Trump var í æsku og hvort að pappa svo vondu við hann eða ekki. Ég held að sko staðan í heimsmálum séu sko miklu meiri átök eins og með þess að Ögmundur verið að leggja áherslu á. Þetta væri eiginlega við værum inn í miðri bara átökum auðlindir. Já. Herru, en á meðan að við vorum að tala í útlöndum er hérna stríð, spurt yfir 10 miljón manns myrtir í gamni utanlands, sannlega með þeir súpa hel, ég sér ekki að það ekki fariði vel. Aftur á móti var annað stríð í einu grjótkletti forðum tíð og það var hérna í Laugardalshöll. Og þar voru þeir að velja fórustu, Guðrún Hafsteinsdóttir vann eins og við spáðum svo sem. Og við spáðum líka rétt varaformanninn að það myndi verða svona vilji í salnum að hinn armurinn gengið, þetta var gengjastríð. Hitt gengið fengi varaformanninn því annars gæti bara þú veist, annars að varaformann ég veit ekki hvort hann skiptir ykkur máli sko Nei, það er hérna sko þau hafa bæði sömu ræturnar sko Guðrún og Jens Garðar. Niðri hérna í Borgartúni. Ég 35, Borgartúni 35. Það er bara 4-5 eða hús bara fullt af fólki eins og þeim. Sem stundum finnst bara gott, sko. En þau eru þarna, hann hefur verið málsvari útgerðarinnar og fiskeldisins. Fyrrverandi formaður ekki? Í SFS, já. Og svo er hann líka, eða var... Hún var formaður í samtökum iðnaðarins. Já, en sko uppbyttu, Jens Garðar, hann var líka, væntanlega hætti núna því hún á þing, hann var aðstoða framkvæmdastjóri Kaldvíkur sem er með fiskeldið fyrir austan og meðal annars í Seyðisfirði sem mætt mikið í andstöðu íbúa. En hann kemur alveg sko klár í þetta úr þessu húsi. Svolítið fyrirferða meiri svona bransi heldur en kjörís. Já. Sem við nú frekar saklus. Já. Svona ís framst það. En það er endar sko
að stýra svona millistóru fyrirtæki í ýmsu, sko, þá getur vel verið að taka á og þetta gæri verið ákvarðanir og kjöri sér til, sko. Það hefur farið alveg gegnum COVID og allt þetta. Ég segja svona hagsmunagæslan í kringum fiskeldi verður náttúrulega stjartfræðileg, sko. Það sem þeir ætla, því við vorum að tala að yfirráðu auðlindu, þeir ætla að ná bara öllum fjörðum sem þeir þurfa á að halda. Og vil ekki hlusta á hvað fólki vill eins og staðan í Seyðisfirði. Seyðisfirði, það verður að tróða fiskeldi ofan í kokið þeim þótt að vilja ekki. Já, og svo líka til dæmis fyrir vestans eins og Katrín Oddsdóttir er verið að benda, hún er skoða mál fyrir mann sem á jörð sem liggur á sjó og hann á ákveði langt út frá mesturi fjöru og þeir eru konið þar inn með fiskeldi inn fyrir hans landamerki. Og reyna að brendu skilgreina hvað er fjara og hafa raunverulega bara allt stjórnkerfi til þess að þjóna sér. Þetta var alltaf skýrt, sko. Ég mani bara ekki metrana. Frá mestu fjöru og eitthvað út tilheyrir sjávarjörðum. Ég held ég var með rétt mál. Og þarna var bara komið með eina kví eða tvær eða þrjár, ég veit ekki, inn fyrir þessi óskilgreindu mörk eða skilgreindu mörk þetta var sagt. Og átökum þetta svo margt sem er framundan auðlindagjöldin, núna var til dæmis Patreksfjörður eða Vesturbyggð að tapa máli eitthvað Arnarlax eða hvað heitir að þeir eru að landa í höfnunum í Vesturbyggð sem eru 3 ár, Bíldudal, Tálknafjörður og Patreksfjörður, við höfum farið þetta saman, við tekjum þetta og þetta er ekki, sko höfnin fær ekki eins og þetta sé afli. En hvað er þetta? Þetta er náttúrulega að við vorum að tala svona ólíkarkisma að þetta er svona kerfi í kapitalismannum að henni ríku ráða ríkisvöldinu. Það er kallað. Og hafa oft gert það hér. Komið í veg fyrir allskins breytingar á fiskveiðistjórninni til dæmis. Það er til dæmis rannsókn og glæpamáli á hendur Samherja í gangi sem engi veit sko hvað er statt í kerfinu sko. Ég meina, alltaf sé ekki bara að lognast út af. Verði bara pólitískt og síðast þegar Ólafur Þór Hauksson talaði um þetta þá sagði hann að það væri sko í vinslu en þetta er náttúrulega bara lítið embætti og þetta er geysilega stórt mál og þetta er bara, veistu, þetta er kaffærað. Sko. Það var sérstakur saksóknari eftir hrun. Svo 2013 þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins var mynduð, þá skrúfuðu fyrir allt fjármagn til hans. Þannig að hann gat varla sko klára þau mál sem voru komin inn í dómskerfið. Þannig að þessi ríkisstjórn bara slökkti á rannsóknum á öllum málum. Tæklaði hann aftur frá, alveg aftur frá, bara, það er það, gerði það. Og það er, ég meina, maður myndi ætla að saksóknari sé að reka mál fyrir hönd okkar, almennings, gagnvart þeir sem eru að brjóta, en það var ekki álið þessar ríkisstjórnar, hún taldi að það yrði bara stöðva rannsóknir saksóknara á okkar fólki, eins og þeir hafa upplifað, meira og minna Framsóknar fólk og Sjálfstæðisflokk sem það var. Þetta er búið að vera í geysilega langan tímar. En svona, ég er nú ekki góður í því að vera að ráða í svona eins og ofta talað stjórnmálin, það er alltaf verið að fá ykkur svona PR-ráðgjafa að tala meðan hún Sunna svolítið verið að tala það, hvernig Guðrún klæddi sig og eitthvað fleira. Hefur þú eitthvað sens á því hvort að Guðrún Hafsteinsdóttir hafi svona mikinn kjörþokka út fyrir Sjálfstæðisflokkinn? Nei. Hún hafið ekki eða hefur þú ekki sans fyrir því? Eða? Nei, ég hef ekki sans fyrir því. Þetta er náttúrulega, sko, milli þeirra er 20 ár, sko, þannig að það kannski er klæðabörðurinn kannski samkvæmt því. Ég veit það ekki fara með í tala tísku hérna. Nei, Sunna var að vísa í því, svona, hún klæddi sig svona karlmalega, svona Margaret Thatcherlega, og það er alveg vitað að að til þess að konu nái fram að í talaningum þú ert komin inn í svona íhaldsflokka að Margaret Thatcher til dæmis breytti röddinni sinni, gerði hana dýpri til þess að vera meira markteki á henni. Ég held að Sunna hafi nú verið að vísa bara í svoleiðsluti. En svona varðandi það að því hún er svo ný í pólitík, hún var náttúrulega búin að vera í bæjamála pólitík í Hveragerði, en ég meina Hveragerði er hvað 20. stærsti bærinn á Íslandi. Það er enginn sem hefur innsýn inn í það. Ég held að hinir séu bara meira og minna Systirna var bæjarstjóri lengi. Já, hinir séu Sjálfstæðisflokkurinn og svo eru bara hinir eða ekki? Og hinir unnu síðast, sko.
En hún kemur inn á þing 2021 og verður oddviti fyrst Sjálfstæðisflokksins, tekur við þegar Páll hættir og vinnur þar prófkjör. Hún verður svo fyrsti þingmaður Suðurlands. Já, þetta svona kjördæmi sem var mikil átök í því og búin að vera hörð prófkjör þarna bara síðan að elstu menn muna. En hún kemur þarna og verður óumdeildur leiðtogi, vinnur ágætis stöðu 2021 fyrir beint inn í að vera ráðherra. Hún fór á biðstofu, manstu? Já, fór á biðstofunni á fyrirgjöðu en það var tilkynnt bara þegar ríkisstjórnin var mynduð að hún myndi taka við af Jóni Gunnarsssyni á tilteknum tíma. Fekk að vera ráðherra sem að Páli tókst til þess ekki, hann hafði ekki traust forystunar og ekki ánægð með forystuna síðan. En hún verður ráðherra, dómsmálaráðherra fyrir inn í myndi ekki heita erfitt ráðuneyti? Jú, en Páll var náttúrulega heima hjá honum í Vestmannaeyjum. Þá var hann í klofningsframboðinu. Og svoleiðis maður verður ekki ráðherra. Nei, það var eiginlega, hann varði ekki ráðherra og þess vegna fór hann og klauf Sjálfstæðisflokkinn í. Já, var það svoleiðis? Já, ég myndi segja að sagan er svo. Hann var mjög óánægður að verði ekki ráðherra þegar hann kom bara inn fyrst að fyrsti þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi sem hefur alltaf verið mikið vígi, stundum verið kallað biblíubeltið og svona ákveðisvæði í þessu, mikil sterkar stóðir íhaldsmanna í Suðurkjördæmi. En ég talaði hann í símum daginn, hann er til í að koma í þátt hjá okkur hvernig sem er. Hann hefur komið inn við Rauðaborði, alltaf gaman að honum, svona sláttur á honum, skemmtileg viðmælandi og líka mjög skemmtilegur í svona stóru spjalli. En ég er að fara yfir ferilinn hennar. Hún kemur inn og hún verður ráðherra í erfiðu ráðuneyti. Það var þó að hafa í huga að þegar hún er orðin ráðherra að þá er mjög stuttu síðar að þá eiginlega skiptir samfylkingin svona kúrs í innflytjendamálum og fer ekkert í því að til Helgavala sem var fyrir hún hættir. Þannig að andstaðan við svona þá stefnu sem að ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttir og síðan Bjarni Benediktsson var að reka ofan í þingheim. Andstaðan var sáralítil, endaði með því að voru bara píratarnir sem að voru með einhverja svona andof. Þannig að sömuleyti fær hún miklu minna andof í þinginu heldur en Jón Gunnarsson hafði fengið eða Sigríður Andersen eða voru þetta svo margir, Þórdís Kolbrún var líka dómsmálaráðherra á sama tíma, stuttartíma. Áslaug Arna einhvers dag líka. Áslaug Arna og þannig að ég held að Guðrún hafi fengið svona minnsta viðspyrnuna inn á þingi af þessu. Þannig að reyndi það á hana sem stjórnmálamann, er hún að rísa upp sem sterkur stjórnmálamaður. Róbert var að benda á það að þegar hún kemur, kannski þegar við vorum byrjar að spá að hún yrði formaður, að það voru ekki margir sem trúðu því og þannig hann var að meta það að hún hefði komið svo mikil svona underdog eins og það kallaði inn í baráttuna að það var Arna væri komin svo mikið flug að þetta væri stórkostlegur sigur fyrir stjórnmálamann að hafa náð þessu, koma svona sem en maður getur snúið þessari kenningu við og sagt var það þá þannig að þegar Áslaug Arna kemur inn og er að ná svona flugi og þá gerist það að flokksmenn er að máta sig við það, ég meina er ekki bara alltilega að hún taki þetta en þá kemur allir ljós, nei, við verðum að finna eitthvað mótvægi. Er það Gulli? Nei, ég held að Áslaug Arna gæti að fyrir unnið hann Þannig að við tölum við Gulla og hann dröðu tilbaka fyrir Kastljós og segir að ég myndi styðja eitthvað sem er ekki hluti af þessum deilum sem höfðu verið, ekki ég og ekki Áslaug Arna og þá kemur Guðrún og þá fær hún fylgi og þá hugsa maður sem var andstaðan við Áslaug Arnu svona mikil að jafnvel Guðrún, til dæmis óreyndur þingmaður tildulega svona, þú er ekki séð hana í miklum svona ati eins og séð kannski Bjarna Beni eða Áslaug Örnu eða hún er ekki farið í gegnum eldskírnir prófkjara eða var andstaðan við Áslaug Örnu svona mikil? Já. Þetta er nú bara leikur. Ég veit að eins og náttúrulega já, í þessu er það líka að Guðrún missir forystusætið í kjördæminu. Já. Sem að sumir sögðu að væri bara svo mikið áfall að hún geti aldrei orðið formaður. Ásta Lóa Þórsdóttir, hún sigraði og er fyrsti þingmaður kjördæmi sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið þessu bara svo leiki sem
allra elstu menn Ég veit ekki, heldur að Framsókn sé ekki hafi eitthvað mann að þessu. Já, ég held að. Sigur Ingjavik þannig verið. En þetta er eiginlega svona, ég segi ekki áfall eins og þeir myndu tapa suðvestri, en svona næstu því, sko. Já. Þannig að sömuleyti og líka ná, hvað séu það? 50,1. Já. Þetta er bara... Og 49,1. 0,1% yfir... Nei, 1%. Nei, ég segi yfir helmingin af þeir sem að kausu. Hún er með 0,1 af eitthvað tæplega 2 sem að kausu. Þetta er 2 atkvæði. Það er bara... Þetta er ótrúlega. Hún er með meirihlutann pluss 1,5. Þetta er alveg... 1,1. Þetta er alveg ævintilega lítill munur. Hvort er það betra að vera? Sko, það er eftir hvernig þú spilar úr þessu. Fólk sem lendir í þessu, að það náttúrulega mætir upp og segir ég er formann... Fyrir Áslaug Arnar sagði strax, það kemur til greina að fara í varaformannskjör. En sá sem vinnur svona naumt og ég var að reyna að benda það alveg þó að það hefði farið 65-35, þá kemur Guðrún upp og segir ég er formaður þeirra þessu kursum ekki og það er verkefni mitt. Ef að þú kemur inn með rosalega lítinn mun og svona rétt marðita, svona stemming, þá er hætt við að það sá sem að kemur hann inn, hann fara að sækja hjá hinum. Hann fari og sko reyna að verða, fara að íkja það hvernig hann ætlar að teygja sig til hinna. Það getur verið svona freisting sem ég myndi bara geti eyðilagt fyrir hennar feril. Þegar hún fær í það. Eina í valkosti sem hún hefur er að stöðu sagt í Bandaríkjunum build and they will come. Þú eru bara að búa til einhverja nýja sína á Sjálfstæðisflokkinn og bara treysta því að fólk komi og fylgi þér, sko. Og þá er ég að velta fyrir mér að því ég kann bara ekki að lesa í það, sko, hversu mikill svona stjórnmála kappi Guðrún er, að því að hún er bara búin að vera svo stutt og eitthvað svona. Ég bara veit ekki hvort að hún sé svona öflug og að í kringum hana sé svona öflugur hópur. Kannski fekk hún bara lánað fylgi frá Guðlaugi Þór, sko, einhver leyti. Þú veist, myndur þú segja, þú veist, hver er svona hennar helsti bandamaður í flokknum? Þú getur ekki sagt það. Nei. Þannig að við vitum og lítum Guðrún Hafsteinsdóttur. En það skýrist. Nei, við erum bara ekki nógu vel að okkur. Nei, en sko, hún var svona staðföst í þessum málum sem dómsmálaráðherra og talaði svona flóttamannafangelsið. Hún ætlar að setja það. Hún ætlar að setja það í gang. Já, hún getur það ekki lengur. Nei, hún er ekki með völd og flokkurinn er ekki með völd. Nei, þetta er valdalurs flokkur. Þeir eru með bæjarstjórn í Kópavogi. Já, og tókst það tefja samninga við kennara með þeim völdu sem að þessi flokkurinn hafði. Með því að koma og sprengja upp inn í samtökum sveitarfélaga. Það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur eiginlega miklu meiri völd og áhrif heldur en fylgi hans er, þótt það sem er betri stöð í sveitarstjórnarkosningum heldur á þingi. Þá, ég menn, hann er með meiri hlutan í Sorpu og ég held að sem er meiri hlutan í Strætó, sko, með Framsóknarflokknum. Þá toppnum náð. Nei, ég segi að hann er bara með svo áhrif og ég menn í dómskerfinu, alltaf ekki með 85% af öllum dómurum. Þetta er náttúrulega... Já, alveg, það er að kortleggja þetta. Já, eitt enn. Svo hættu við. Sem við þurfum einhver þarf að skoða. Það er að spyrjast fyrir það hvaða fyrirtæki fengu styrki COVID, hversu mikið og á hvaða forsendum og hverjir skiluðu aftur og hverjir ekki. Þannig við verðum að fá að vita hverjir fengu þessa peninga. Þetta voru bara ríkispeningar og við verðum að fá að vita hver fekk þetta. Þá komum við að svolítið sérstakri stöðu sem er í íslenskum stjórnmálum. Það eru Samfylkingin og Viðreisn og forystu konur þeirra flokka. Held ég að viti báðar að þú getur verið í íslenskum stjórnmálum og ef þú ætlar að vera langlíf í íslenskum stjórnmálum þá færðu ekki bakherbyrgi Valhallar á móti þér. Og svo við sjáum það hvernig hvaða trítment flokkur fólksins fær frá þessu og einhverlega vegna er það þannig að svona línan sem að kemur út úr þessum bakarbyggjum að aðrir fjölmiðlar heldur Morgunblaðið einhvern veginn tipla alltaf með, sko, endalaust að tala þessa styrki og þetta og núna fengum við aldeilis að sjá hvaða meðferð Ragnar Þór Ingólfsson fékk í vikunni. Og það er bara hvert málafættur öðru sem eru á flokk fólksins.
Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín vita alveg af þessu sko. Þannig ef að þau myndu hlusta á því núna sem heyrði á auðvitað verður að fara yfir sukkið í kringum COVID og sukkið í kringum fjármálaráðuneyti Bjarna Benediktssonar. Það meira heldur en þetta. Þegar hann opnaði bara fyrirtæki gátu sótt sér skattaafsláttur við rannsóknir og þróun. Það hann var með stafrænt Ísland, þótt að make enga sens að það sé inn í fjármálaráðuneytinu. En þar voru sko svona einhverjir, ég skoðaði stundum sko þú veist, þeir sem fengu samningana og fletti svo upp, það inn á SÚS.is að það getur flett upp sko gömlum stjórnum. Það bara ding, ding, ding. Þú veist, þetta gríðarleg spilling á Íslandi og í kringum Sjálfstæðisflokkinn og ekki síst Bjarna Benediktsson. Ef að þær, Kristrún og Þorgerður Katrín myndu fara að hlusta á þig og segja, auðvitað verður að skoða þetta, þá vitar alveg hvað því myndi fylgja. Kristrún Frostadóttir myndi fá sama trítment hjá Bakkarabyrgjum Valhallar og Jóhanna Sigurðardóttir. Smári, ég að tala að fjölmiðill gerir þetta sko. Já. Að óska eftir upplýsingum þetta, senda fyrirspurn. Kannski þetta við að gera það bara, en við erum bara við erum að reyna að halda úti sjónvarpi og útvarpi og gerum það með því að láta söfnunarbökin ganga. Kannski fólk til að leggja í söfnunarbökin þannig að við getum held samstöðuna þá. Halda áfram að mössa. Já, ég kannski að hætta í dag og ég að fara með þöluna þetta akkurat þetta. Já, endilega. Það nefnilega samstöðin náttúrulega mörguleiti bara þetta rauða borð og þetta stúdíó og við sem erum að stýra þáttunum og gestinni sem hinga að koma. Það er ekki bröðulegna. Nei, og Pétur og Laufi sem að taka upp og senda út og samt takt okkur að vera með þetta í sjónvarpinu hjá þeim sem í sjónvarpi Símans og við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfðborgarsvæðinu og það má líka sækja útvarpsendingar á spilarann sem bæði á netinu, spilarinn.is og spilar líka app sem maður hlaðir í Síman og svo erum við á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsveitum og þetta hefur okkur tekist með stuðningi frá Sólstæðarónum en fyrst og fremst það stuðningu frá þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem gerst áskrifendur og það eru núna eitthvað á 1600 manns sem að hafa slegist í liðinn og gerir þetta mögulegt. Allt sem að fólk sér og heyrir hér umverulega boði áskrifenda en það náttúrulega vilji og þegar fólk að byggja eitthvað upp þá dregur maður, þá er það árangurinn sem að dregur áfram og við orðið var við árangur að það eru 40.000 mann sem eru að horfa á efni frá okkur og við heyrum það líka bara þegar við erum að bóka í þáttinn hvað fólk vilju til þess að koma hérna og það er mörgum ljóst að þessu umræða sem á sér stað hér er bara mjög mikilvæg fyrir bara lýðræðislegt samfélag. Sko, Guðrún Hafsteinsdóttir, hún sagði í einu viðtalinu að svo eru flokkar sem hafa ekki eins og náð manni á þing fá svo mikla styrki að þeir geta sett á stofn heila sjónvarpsstöð. Þeir vist ógna þessu. Hvað geta þeir þetta ekki? Þeir eru með, heitir eitthvað, ég manna ekki, eitthvað útvarp Valhöll en það bara horfir ekki á það sko. Það eru bara sjálfstæðismenn að tala hvort við annan. Við höfum tekið þá stefnu eins og við var að ræða áðan í sambandi við óvissuna í heimsmálum að það var bara mjög mikilvægt að við náum saman ólíku viðhorfum og séum en þetta sem aðrir flokkar hafa verið að búa til að vera meira og minna bara eintóna áróður sem enginn hefur áhuga á nema kannski frænka þeirra sko. En á hverju tekist þetta og þegar það kemur svona árangur og maður sér að það er eitthvað vit í þessu, þetta er ekki bara dellu í okkur og það eru fleiri sem að vilja taka þátt og gera eitthvað og þá verður náttúrulega til löngu til þess að gera ennþá meira og þá ætla ég að horfa í kamerun og segja það ef að þú ert að horfa og hlusta á samstöðuna og telur hún að hafi eitthvað gildi í íslensku samfélagi, telur hún mikilvæga að þá óska ég eftir að þú farir inn á samstöðun.is að það er hnappur sem stendur á áskrift og þú sláist í hópa áskrifenda sem að halda þessu gangandi. Það kostar 2.500 krónur grunn áskriftin, fólk má borga meira eða vill og þeir sem að kjósa getur átt áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi og það er alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna. Allir þeir peningar sem hafa komið hingað inn, við höfum eitt þeim í að búa til meiri dagskrá. Ég held að við framlöðu núna ábíla tvöfalt meiri samfélagsumræðu heldur en til dæmis Bylgjan og við séum komið langt yfir
Rás 2 og ábyggilega svipað ef maður tekur allt sem að Rás 1 gerir og kallar það samfélagsumræðu, þá eru þeir kannski einhvers staðar á pari við það sem við búum til hérna án þess að njóta stuðnings. Guðrún Hafsteinsdóttir var að tala um fjölmiðlastyrk. Við fengum 6,2 milljónir held ég fyrir reksturinn á þessu ári sem er eitthvað miklu minna hlutastlega heldur en aðri fjölmiðlar að fá af því að við erum að vaksa og þetta er miðað við eitthvað í hitti fyrra sem þetta er miðað við, þannig að við njótum mjög takmarka stuðnings og erum í einhvers konar samkeppni við fjölmiðlar sem að njóta miklu meiri stuðnings. Ég held að Mogginn hafi fengið 126 milljónir í fyrra og þeir halda út í spursmálum og auglýsa það vel og eru rosalega sperrileggjaðir eitthvað yfir hvað þeim gengur vel. Ég held að ef að samstöðin fengi álíka fjármagn hingað inn þá getum við gert miklu betri hluti heldur en Morgunblaðið gerir í sínu útvarpi og sjónvarpi. Þetta er nú bara svona ávarp til þeirra. Við búum til dagskrá hérna, svo löpum við á milli eins og Oliver Twist og byggjum meiri stuðning hérna úti. En þetta er orðið gott í bíli. Njótið þess sem eftir helginni, svo sjáum við aftur hérna á morgun, þá Rauða borðið byrjar klukkan 8 með öflugri samfélagsumræðu.